Sæl og velkomin í ljósleiðaradeildina. Það stórmeistaramótið í fullum gangi og núna Swiss Systemið að klárast. Og með mér Jói. Do or die. Do or die. Hérna, tvei leikirnir, 3 leikir í gangi, en það 3 lið komast áfram. Við verum með Hyper CS á móti Aurora. Mjög spenntur. Sko, já, það heyrist á þér. Já, það heyrist á þér. Það alltaf spenntur fyrir að vera. Ég mjög spenntur, pólitískur. Ok, sko, til að leggja línunar. Dusty, við vorum að horfa á það náttúrulega á þriðjudaginn, þeir eru í þessum 2-2 grúp, þannig að það er alveg liðarna sem að ættu að vera í 8-liða úrslitunum. Þeir eru að spila mútið hjólið á enska. Dusty Junior er þá mútið senasta liðinu sem er Fylkir. Fylkir, já. Þannig að þetta, eins og þú talar í senastu útsendingu, þetta er afrek fyrir sum lið, bara algjörlega að vera komin á þennan standard. Ja, eins þessu liðin sem að spila hérna núna, þau eru í rauninni að vilja komast í 8-liðsliðin og svo þaðan er þetta kannski meira bara svona free for eða skilur upp. Það er svona mission accomplished, myndi ég segja. Og þau vilja það, af því að þú veist, það er svona hérna, kannski ég myndi segja svona 4-5 lið sem er í sérflokki sem þú getur alveg treyst að fara þarna áfram. Og svo eru hinn 3 sætin sem er alveg á milli bara eiginlega flesta liðin sem er í mótinu sem eftir er. Það eru 2-3 slott sem eru laus fyrir kannski 6-7 lið í mótinu, sko. Þannig að algjörlega liðin sem eru að keppa núna hérna eru mjög jöfn, búin að spila saman í deild núna sem er búin að í gangi núna í haust, eða vor segi. Og Aurora vunni á þar. Já. Hvort þeir hafa ekki 2-0 að minni mig. Þannig að þetta eru lið sem búin að spila mikið á móti hverju og svona. Við skulum kíkja bara og fá Aurora-liðið upp á skjáin akkurat núna. Þeir unnu þessa, vor deild í fyrstu deildinni. Sveitur, arkitekt, Ronald, Hugo og síðan 1 stykki Bjarni á kantinum. Já. Þetta er nefnilega alveg sem við erum búin að spila núna. Þeir samt ekkert að spila neitt allt og mikið. Og hérna er bara svona, þú veist, að taka þetta sem svona félagarnir meira en eru búin að spila náttúrulega mjög mikið saman, allur kjarni, þetta er bara svona kjarni eins og mikið í þessu móti og taka þessa, þeir kunna að spila svona leiki líka, sko. Það er eitt við þetta, að þetta eru leikmenn sem allt spila þessa leiki marg oft, þannig að það er reynsla í því þar, sko. Þú veist, þú talar um þennan kjarna og ég meina, þeir sem hafa verið að horfa á deildina ættu 100% að þekkja öll þessi nöfn, örugglega óþekktasta nafnið er arkitekt. Samt sem áður hefur verið að spila í nokkrum liðum. Hann er búin að vera með þeim síðastliðin kannski 1,5-2 árin, sko. Bara áður var hann ekki í þessu kjarna eða þessum Hugo, Ronald og Sveitur eru kjarnin, sem við tala um. Og Bjarni hefur náttúrulega fengið Hugo og Sveit með sér, þú veist, upp á við líka, sko. Já. Þannig að þetta er svona að vera þarna á milli, en arkitekt er með þeim líka og hann er mjög klár, svona nörd, utility nörd veit ég og svona þannig og þeir eru allir svolítið svona on top of meta yfirleitt, sko. Já. Þannig að þetta er alltaf mjög skemmtilegt lið, sko, finnst mér. Þeir taka mjög mikið og stríma leikjunum sínum í Pofi með webcam og öllum og dýrka. Mjög skemmtilegir. Það er bara eitt af mjög uppáhalds. Mér langaði að spyrja samt sérstaklega, svona fyrst að ég er með þig og ég er með þetta liðina fyrir frá mig. Svona, ef við hverfum tilbaka svona 3 ár, þá vorum við mikið að tala Hugo og Sveitana. Þeir væru svona up and coming, þetta væri svona næsta kynslóðin einhvern veginn. Já, þeir voru bara svipaðir eins og Pressi og Blikk og þeir skilur komuðin inn. Þetta er eitthvað svona kynslóðir skástrík bylgjur. Menn eru yfirleitt svona í þessum topp 8 liðum, kjarnarnir eru svona svipaðir menn en svo kom inn á milli, þú veist, í liðin 1 og 2. Þannig að þetta eru svona 4-5 gæðir sem koma á hverju ári, kannski hverju 1,5 ári svona inn og Hugo og Sveitur komu inn á tímabili þeir grænduðu sig upp í deildina með liði sem heit Goat. Þeir voru með liði sem í Tension í deildinni sem vann mitt líka upp í deildina með að vinna fyrst til þannig þeir hafa svolítið svona þeir eru með prófs fyrir það, er alltaf gaman menn sem bara vinna sér inn slottin, bara fara í næri deildina að vinna sér bara grænt og þeir hafa gert það svo bara fallega þá bara fara þér aftur, þú veist. Þannig að þeir eru gæðir sem hafa unni sér inn þetta að vera oft í þessum topp 8 kannski þannig að prófs fyrir það, sko. Annað en sumir. Bjarni, náttúrulega við höfum talað endalaust mikið hann, þetta er yggliðra væntanlega, ég er býst sterklega við því vann eitthvað veka. Já, sko, Bjarni getur ekki verið, Bjarni er auðvitað svo ég, Bjarni er Potter svo ég með það. Já. Hann getur ekkert verið í 5-manna counter-strike-liði og verið ekki ein af allavega 2 hæstu röddunum. Já. Ég veit alveg sérst að ímynda mér að þegar hann bór í þetta lið til að byrja með þá var hann að spila mjög lítið, hann hefði ákveðið og sagt að hann ætlaði ekki að gera það. Já. En þegar hann er komin í svona leik og það eru 5-6 ránd komin og hann er komin í sónið sem ég veit að hann gerir, þá er hann farinn að skipta sér að tala og þannig að hann er alltaf leiðtogi. Hann er bara, sumir er þetta bara náttúrulega.
þeir sem taka þetta rólstundum og halda því svona lengi að þá þetta bara skillset sem þú færð sem að ekkert gengið að einu sem þú getur gert að gera það að fara í tími sem tekur repetition, gera þetta aftur og Bjarni gerði þetta mjög lengi og mjög klára, ég get alveg bara einn af okkar fremstu umgjörlítur sem við máttu en okkar fremstu heilum, ég tala við hann um Counter-Strike og það mjög gaman og mjög fróður. Já, þá langar mig að kíkja á lið Hyper. Það sem skemmtilegt við Hyper-lið að sjálfsögðu, þú varst í þessu liði. Ég smíðaði þetta lið. Þú smíðaði þetta lið. Þú veist, ég line-upið eins og þarna, ég var þá í staðan fyrir Drjóla og ég kemur Kýr og tala við mig og spyr hvort þau viljum gera eitthvað og hann tekur sukk með sér tvenna og svo ég milligönguleginn sem ákveð þá skrifaði lista bara af leikmönnum sem ég datti við að spila með og þar var Bjarki Snowy mjög ólega. Þú veist hann alltaf eftir seinasta verðlaunatímabil og þar talaði ég mjög hátt um hann og hann mjög góður. En það, þannig að það var þannig. Og logoið, brauðið í rauninni tilvittin í mig, sko. Já, ég brauð hann. Jóhann brauð hann. Gummi Kíró gerir mjög mikið grín á mig fyrir hvað ég borða mikið brauð. Og þannig að brauðið einmitt reference. Það gaman að heldu því þá, sko. ChatGPT logo, sko. En þetta þessi, ég var hlutið að smíða saman, en ég hef væntanlega einhver að trúa þeim og gaði mér að og þó að ég hef sagt að það eitthvað leiðilega sem ég hef gert að spila með þeim, þó þau geðveikt allir geðveikt skemmtilegir, en bara stundum einhvers konar blanda sem virkar ekki og þetta bara virkaði ekki. Og ég get sagt að bara ég þurfti meiri stjórn á hlutunum. Ég fekk ekki nógu mikla stjórn. Þannig ég get alveg hent mér til þar skilur að þeir losa mig því ég þurfti bara meira að þeir gerðu meira sem ég vildi en þeir vildu það ekki endilega. Sem bara típist fyrir svona klassa á einhverju hugmyndum og svona. Áhugavert samt sko að þetta lið á blaði, þú veist, þegar ég sá þetta lið fyrst, Hyper, þú veist, reyndar tók fyrst eftir því að þú varst komin úr liðinu, þá þetta náttúrulega blanda úr Ravík og svona... Þetta í rauninni byggt á náttúrulega sko, þú veist, Ravík, Kína, núna sérstaklega, þetta náttúrulega 3 úr Ravík núna, en var Snowy og Ninja Dog þegar ég var og svo Sukk og Kýr og Úlf sem búin að vera í efstu sæti í fyrstu deildinni, eða þeir búin að fara í playoff held ég 2 í röð. Þannig þeir svona gæjar sem voru mitt í sko liðið sem að Hightech fóru upp, eða Ravík sem að þeir voru hluti af Snowy, þeir fóru upp deild og Kýr og Sukk voru líka, þannig að þetta svona, ég get sagt það og þegar við gerðum þetta var hugmyndin einhvers, við vitum að við myndum telja við að vera einhvers konar allavega í þessu topp 8. Þess vegna, það baseline sem þú vilt byrja á, myndi ég alltaf segja, því það ekki það flókið að fara þangað og það bara að leggja þau smá og allt mjög góði spilarar, ég tala vott á það. Já, mér langaði að spyrja sérstaklega út í einmitt Dr. Kíró. Náttúrulega svona eldri maður, þú veist, eldri maður, hann á besta aldri. Hann 87 mótil, hann 3 árum, en þetta náttúrulega aldurinn svo sem afstæður í þessu og sérstaklega hann að því hann spila bara svo donk, svo krakki sko. Hann spila bara, hann bara byssa og ógeðslega góður í því, ógeðslega góður að skjóta og drepa. Þannig að það og hann og Snowy eru svona heavy hittirarnir þar og Drjóli líka reyndar sko. Drjóli, þeir taka út í rauninni ingame leader sem kannski ekki með algjörlega góða statsa og fá inn frekar aimer sko. Þannig að þeir eru alveg mjög heavy á outputi en ég hef samt fylgst náttúrulega með skoða leikinar og svona og þeir ná ekkert endilega og stability hvernig þeir dreifa því sko. Það svolítið svona misjant sko en ég myndi halda til þess að vinna í dag að þá væri mjög gott win-condition fyrir að Snowy væri hittur og Kíró væri hittur. Þá eru þeir rosalega góðir. Já. Sko, einnig, þú veist, þeir eru með leikmann, þú veist, til dæmis í Sukk sem að, já, ég ætla nú bara að spoila því að eins Hyper bara kemur beint úr grafaðinum, þetta bara úr Hamrakverfi. Þetta mjög, þú átt alveg, það tengingu við þig þarna, en Batti náttúrulega úr grafaðinum og var elstan ekki þannig sér upp með þér, þú veist, já. Þannig að, já, algjörlega, hann svona búinn að spila Counter-Strike óbúslega lengi og þá eru viss skillset einmitt sem nærðir í sem þú getur bara, það bara þú búinn að gera þetta ógeðslega oft og gera þetta ógeðslega mikið, hann er búinn að fullt af tímum og alltaf tilbúin að læra dót og rosalegt einmitt svona nörd í leikinn sko. Þannig að algjörlega hann svona supportfélagin sem getur tekið á sig alls konar, brugðið sér í alls konar líki, myndi ég segja. Ninja Dog spila mjög mikið svona akkeri, solo sites og svona einstakur og Drjóli reynda virðist gera það líka þannig að þeir setja svolítið sko Ninja Dog og Drjóla í kannski kverkarnar á möppunum og svo eru hinir mjög mikið á hreyfingu í rauninni alltaf, þú veist, Snowy, taka eftir terra fyrir Núk til dæmis og tekur hann play sem ég sé hann gera og ég get líklega kalla á þetta á hann og gera það verið gaman. En þetta er mjög skemmtilegt. Það er vott að vera það. Ég hef áhugaður reyndar hvort að vídeóið sé komið út því að áður en við fórum alltaf inn í leikinn þá vorum við mikið að tala einmitt það bara svona hvert við myndum fara í vídeóferlinu út af því að
Þarna þú talaði sérstaklega að Aurora væri einhvers konar counter mapplega sér. Já, þeir gerðu þarna í deildinni manni þegar þeir fóru í Vító og þar að þá var enda mappúlið aðeins öðruvísi, báðum liðum, með hvað skoða núna. Núna myndi ég halda Aurora Vítói, Vító maðurinn þannig sé, Aurora myndi halda Vítói Dust eða Train. Fyrst, þeir byrja Vítóa og Hyper minn Vító Mirrats þá og það svolítið spurning hvort Aurora Vítói Dust eða Train, ef þið Vító ekki Train, þá pikkar Hyper líklegast Train. Ef við ekki bara fá þetta upp á skjáin og sjá svona hvað það væri og þá er Aurora pikka núk, það var gert alltaf og Hyper tilbúnir í það. Aurora bannar Inf, þá eru þeir hard, þá svo sem verður þetta svona meira straightforward. Þá bannar Hyper vendarlega Mirrats, Aurora pikkar núk, Hyper pikkar Train og third mappi verður þá Ancient. Never mind, Þeir svo sem vita að núk verður alltaf hleypt í gegn. Núk verður þá third, alveg bara 100%. Ég held að Ancient myndi vera third, myndi halda Hyper pikki Trainina, pikka núk. Þetta er bara einhvern veginn. En núk third, þannig að þetta er alveg pjúra íslenska mappúlið. Þetta er ekkert eins og við vorum að búast við. Nei, þetta er mjög öðruvísi, að mörgu leyti en samt. Ég held að þeir myndi kannski first víta á Train, þannig að þeir gera það ekki og Hyper velja það ekki, þá er það alltaf að fara að banna hérna og Hyper banna myndi ég halda allt. Nei, Dust 2 er permabanni hjá Aurora. Já. Þeir eru harðir hér. Ég er að fíla þetta. Þeir eru harðir hér, sko. En Hyper er ekki uppáhaldsmappi veit ég, þannig að já, þetta er svo sem, þetta mappúl, röðina hefði ekki alveg satt þér, en mjög svipað til þessi, það var annað við liðið með permabann Dust og hitt Mirrats og svo verðist eitt tekur Infernaband þannig að þetta var alltaf að fara í þetta klassíska Ancient Nuka Nubis og kannski Trainin. Ég var svo ógeðslega spenntur fyrir að sjá Traini út af því að eins og þú varst að tala fyrir þegar þú varst í liðinu þá tókuði Þór alla leið og sigruði þann leik. Náttúrulega gríðarlegir hæfileikaríkir leikmenn eimlega séð alveg 100% inn í þessu liði og ég tala nú ekki þegar þú kom með bara góða sólosætt leikmenn sem þú þarft að hafa í Train. Þetta er geðveik uppskrift. Já, man svo sem ekki nákvæmlega hvernig Hyper hefur gengið í Anubis síðan að ég hætti að spila með, en ég man þegar ég var að spila með þeim að það var, Terra náttúrulega ekkert mál þessu Anubis, en CT var a major issue, bara við vorum skelfilegir í CT, en þeir eru búin að vera að spila þannig að þeir eru alltaf búin að breyta einhverju og laga einhverju en þetta kemur svolítið óvart að þeir fara í þetta allan sérstaklega þeir hefðilega geta valið núk en aftur út í liðin vissu að núk myndi eða skilur þau ættu að hafa vita það að núk var aldrei að fara að vera vítóað það var bara ekki séns þannig að hvort lið þau vilja pikka það vitandi að þau fá það sem þörd og vildu þá pikka og þau kannski pælt einhvað í pikkunum ég veit til dæmis að Aurora eru þannig nördar að þeir demovjúa ég horfði á það að stríma og þá heyrður komin hvernig þeir voru búin að pikka upp litla hluti taka demóin og skoða litla hlutir hann að countera á sem svona misjant hvernig það gengur þegar þeir gerir þetta myndi yfirleitt ráðleggja að finna bara eitthvað svona rosalega þægilegt tell og reyna að vinna á það en passa sig samt að góðir ingame-líderar ættu í rauninni að kalla í kringum öll tell sem þú finnur. Þeir ættu að rauninni að vera að byggja leikinn á því að þeir sé að búa til tell fyrir þig. Þannig að þeir eiga að vera að exploita því. Þannig að yfirleitt ættu lið að gera það þannig. Þannig að þetta verður mjög fróðlegt að sjá. Ancient fyrir Hyper hefur verið svona spilað alveg, en það hefur verið einmitt svona map sem er kannski ekkert æðislega hrifnir af. Þannig að þetta verður skemmtileg sería samt. Ég kallaði þetta í seinasta útsendingu íslenska mapphólið, þannig að það er bara ekkert skrítið að við séum að fá það. Beint í æð hérna. Eitt sem ég finnst forvitnilegt fyrst þá varst að tala það rétt áðan út af því ég veit að þú situr í demóum, ég labbaði inn á því hérna og mér leið eins og ég var að koma inn á því þegar þú varst á www.ph.com þú stútir að demo og þér finnst það gaman hverju ert að leita að þegar þú ert að leita bara til patternum það er að því að ég horfi til dæmis ég gerir þetta ekki til dæmis mjög og það sem vilt alltaf gera myndi vilja er rosalega mikið sample size af sama mappinu og þá getur þú séð komfortið. Þú sér það samt við Íslendinga, þú sér það eiginlega á einu demói. Eins og ég talaði við Kano seinast að ég hefði spottað út bara mjög fljótlega hvað þeir voru að isolate áskiluru og mjög mikið komfort. Þannig að menn er yfirleitt með svona playbookin er ekki það djúpa, þetta eru svona 1, 2, kannski default og einhvers svona place í kringu það og svo kunna menn að hreyfa sig út frá því Þetta er svona svolítið fluid og þannig en já, þú pikka bara pattern svo reynir að pikka pistolroundið Kano pistolroundið sem ég spekkaði hjá þeim að bara nákvæmlega samúður raunum þannig að þú hefðir getað það er sem ég vil gera með þessu bara
oft getur þú náttúrulega séð þegar hendi ykkur stratti, þú fær telli strax að þeir hendi ykkur rosalega sérstökum smók eða eitthvað. Þannig einmitt á liðum og eins og ég myndi alltaf gera að þú myndi vera með eitthvað stratt svo bara tvíkar aðeins, breytir einhverju aðeins, feikar það, spilar í kringu það eða spilar það nákvæmlega eins og treystir einhverju. Þannig að þetta verður fínt sko. Já. Ancient, fyrsta map, Aurora pikkar það, væntanlega byrja þá, Hyper í Hyper pikka City, þá myndi ég halda. Aftur á móti samt, voru það þannig, sérstaklega alltaf þegar ég var og þeir líka eftir með þess að þeir eru bara betri í terr. Almennt séð myndi ég svona segja það að þeir séu betri í terr. Þannig að þeir hafa alveg, og Ancient myndi segja Ancient sé ekkert eitthvað rosalega City-setted. Alls ekki? Nei, ekki þannig. Þú hefur rosalega mikið option sem terr fyrir alls konar, einhvers konar play, sko. Þannig að verður fróðlegt að sjá hvorum meginn myndi halda þér pikki City, en alveg eins körfuból að henda hinum meginn og fara að setja pace-inn og byrjun og seríunni og að því að Anubis til dæmis, þeir pikka Anubis og þar þeir þannig sé alveg sama hvorum, eða skilurðu, þú byrjar að því að þú eitt svo terr favor þá stundum viltu jafnvel byrja á City-inu samt til að sjá hversu mikið þú getur tekið tilbaka í terr, sko. En alla jafnan myndu að pikka City og reyna að stakka upp þaðan rándum. Það verður fróðlegt að sjá hvað gera. Hvert er þetta halla í þessari seríu? Er þetta hallast meira að Hyper? Finnst þér þetta að vera 50-50? Veist það mjög mikið 50-50. Já. Mjög mikið 50-50, sérstaklega með þessu mappúli. Þetta eru möpp sem að ég veit að liðan líður bara öllum. Möpp sem að þau hafa að spila bara líklegast oftast af öllum möppunum í. Og það alltaf fínt. Þá færðu liðin sem þá líklegast ef þetta síðan að þeir búin að spila oftast, þá líklegast þessi allir með dýpstu playbookina og mest af hlutum. Eitt sem Aurora gerir alltaf með síðan Anubis sem ég man eftir, bara eftir að horta þeim þetta og hennar votum að þeir rössa mjög mikið A þangað til að stoppa það til dæmis. Já. Það mjög mikið svona sekundum gótu, þannig við skulum fylgjast með því eftir. Það rössa A bara harkalega til að byrja með til að... Það ekki svipað á Sagagiri ítrekað? Jú, þetta mjög íslenskt náttúrulega svona einfalt conditioning play. Að þú keyrir á rössi, þú ert með gott, þeir líður vel að rössa sætin, menn kunna stöffið, vita hvar að lenda, vita svona sér hvernig þeir vilja rössi sé og rönnur oft að þá náttúrulega ertu bara í confident í því og þá svo erfitt fyrir City að ignora það þegar þú ert búin að rönna það í andlit þeim, sérstaklega það gengur vel að þú getur svolítið snowballað byrjunina eftir með mökkurnar hleypur í andlit þeim mjög confident og svona íti rándum áfram í byrjun hálfleiksins þar sem maður kannski sérstaklega að City ákvað að kaupa þið tapat fyrstu tveim og 4-4 kaupi sem við talaðum eitthvað lítið stöff og svona þannig að það mjög íslenskt svona í því að taka eiga inn í gott röss og nota svo það conditioning og þann spilastíl til að spila öðruvísur í kring með einhvers konar default sem menn kunna og svona. Þú talaði rosalega mikið í senustu útsendingu það sem að það var þetta, low buy. Erum við bara, hvað finnst þér Money System akkurat núna í sambandi við City hana? Ég veit það ekki alveg, það gallað, það þarf einhverja breytingu held ég. Bara því mér finnst þetta ekkert æðislega skemmtilegt hvernig þetta spilast oft. Já. Það svona eitthvað við, maður svona ennþá aðeins að sætta sig við þetta MR12 og þennan pening, og þá spurning hvernig við viljum þetta, en við erum búin að fara í gegnum allan skalan, við spilum 1.6 þar sem þú glokkusparaðir og bara hendir undir gluggan þannig séð. Og við sáum þetta við seinsleik, menn gerir þetta alveg ennþá, taka alveg allt reynsið, en þetta bara svo mikið þannig og leikurinn líka þannig, hann meira svona, svo viable að taka tekkur, MP9 mökkur, bara fyrir og það eru viable því það eru búin að allir búin að búa til eitthvað svona play í kringu það. Það er rosalega mikið til dæmis sérstak svona einstæmi á Íslendingum og margir spilarar sem spila með eitthvað svona típist mökkuplay. Svona er rauninni bara frakkant fyrir íkóði skiluru, en svo eru menn búin að gera því oft og eru með eitthvað svona util á bakvið og notið þetta tekur náttúrulega fullt af plássi og svona space creator og svoleið sko. Og það auðveld bissa til að vera með og þannig að einhvern veginn spilast það þannig að það bara auðveldar að kaupa og svo þetta líka menn ekkert rosalega duglegir að vera, harðir í að lesa peningin og ótrúlega fáir sem vita til dæmis bara eins og þetta er svo auðvelt, þú sérð í bæmenjúni hvað átt í næsta rándi. Menn vita það ekki, það er bara unreal og þú átt líka ekki að kalla þá bara við ætlum að kaupa í næsta og menn bara geta haft ábyrgð á því hvað þeir eiga uppi hinum megin. Þetta er ekki svo í 1.6 þar sem menn gátu fake reporta pening til að droppa ekki byssum. Þú sérð þetta allt og sérð allan lúsbónusin og getur ráð þessu, en svo það bara samt eins og menn að spila þetta á þetta er svona miðlungslevelið, menn ekki allt og alvarlegir, þá svo oft svo freistandi bara að kaupa bara degluna, bara Enoch Wizard, bara deglarmór, allt. Mér finnst það svo fyndið, ég er búin að kalla hann svo oft út á þessu og bara skiptir ekki máli. Nei. Hann gerir það alltaf. Þetta er bara svona lífstíl. Já. Hann kaupið rosalegt, kaupið bara AK Colt degla. Það er bara eina, einu sinni, tvisvar sinni MP9 en annars bara þessar.
kannski vappa einhvern veginn en aldrei neitt svona eitthvað á milli og það er ekkert milli, það er bara vappi, það er bara að degla eða koltinn, sko. Já, þetta er ógeðslega fyndin típa. Já. Eitt sem ég langaði líka að spyrja út því að, sko, nú veit ég, til dæmis, þú talaðir að Aurora, þeir eru þessi nördar eins og talaðir og þeir leggja mikið svona upp úr. Ég veit að þú ert svipaður og núna sérstaklega þá varstu búin að fara í gegnum Vító-systemið algjörlega. Ef þú værir Aurora hérna, hvernig hefðið þú Vító til að misnota mappúlið þér í hag? Sko, í rauninni eru þeir bara, þeir eru, eins og ég sagði þeir eru mjög harðir. Þeir trúa þeir að unnið þetta Vító með því að neita Mirraginu og Hyper neita Dust. Hyper last neita permabanninni hjá Aurora. Já. Það er hart. Tech-vesen. Já, smá tech is you en við getum bladrað, kallar mig. Við getum bladrað. Já, þeir eru mjög harðir hvernig þeir gera þetta. Það eina sem ég get lesið úr Vítónu var það að Hyper myndu permaban, eða Mirage var alltaf að fara bannað af því að líka Aurora geta spilað það. Þannig að ég held að þeir, sko, svo Train, jú, algjörlega, Aurora í rauninni þannig sem rústa þessu Vító svona, ef þú horfir á þetta fyrir hvernig liðin eru búin að pikka þannig, þeir ná út í rauninni öllu óþægilegu fyrir sig og fara í líklegast, ég held að þetta séu, fyrst þeir pikka einsinn, þá er þetta líklegast bara 3 bestu möppin þeirra. Já. Því hann veit að Anubis er mjög fínt mapp fyrir þá, sko, spilaði mjög mikið. Þannig að, algjörlega. Já. Sko, eitt sem ég langaði líka bara að minna á núna, þú veist, nú er stórmeistaramótið, þetta er bara qualifierinn fyrir bara algjörlega bara stóra mótið, áttaræðuslinni byrja í næstu viku. Síðan langaði mig að minna á alla áhorfendur að það er úrslitakvöld. 31. Við verðum á staðnum, snirtilegis eins og yfirleitt og það verður helgulega partí hérna. Það var verið að pósta okkur einhverjum svona pósterum, einhverjum svona flyerum sem að verða hengdir upp. Já, það er það. Nákvæmlega. Húsið opna 14, pre-show. Þetta verða við að basically bladra með góða félaga með okkur, fáum góð viðtöl við. Það er búin að græða eitthvað svona einmitt 2D demos og skoða hvernig reyna að greina liðin eitthvað aðeins, gerum eitthvað svona, tökum klukkutíma pre-show sem við svona einmitt fáum menn kannski spjall og gerum eitthvað aðeins svona úr því. Það er ekki mikið mál að plana eitthvað þannig. Þarna með þess að þá held ég alveg örugglega er landslið okkar búin að spila alla sína leiki, þannig að við komumst að hvort að við förum til... Er þetta að fara að spila bara í næstu viku? Já, næstu viku. Ok, í qualifier einhverjum þá? Já, í qualifierum fyrir þá komast í pre-qualifier í Kosovo. Sem er samt LAN, þannig að þeir eru að fara að spila qualifier núna fyrir LAN. Veistu hvað hann er? Getur við spjallað eitthvað mann? Veistu hvað mann? Ég er með það, reyndar, ég er með riðilinn minn í símann, ég veit ekki hvort ég megi segja hann. Ok, en við erum með nokkur erfið lið í riðlinum en nokkur lið sem við getum unni. Mjög misjandi sko hvað erfitt lið þýðir. Þú segir fánan og hugsaði hverju er að mæta en það er mjög misjandi hvað liðin setja í þetta. Já. Þessast löndin sko, það er mjög misjandi svona en svo getur þú líka lendið í að fá einmitt bara þú veist kannski þú veist, þó þú fóðir sænska liðið eitthvað, þeir getur sendt kannski samt bara eitthvað tier 3 sænslið sem er samt lið. Þú veist, og þeir bara fokkaði þeir oft upp að það, þú veist, þessu íslenska liðið er bara pögg þannig séð, sko. Púsla saman, sko. Þannig að það verður gaman að sjá hvernig það fer næstu viku og mikið af íslenskum Counter-Strike þá. Mikið í gangi. Það verður ógeðislega mikið í gangi og bara stappað. Áttaúrslitin fara náttúrulega í gang þá. Vá, þetta verður þvílík sýning. Ég elska, sko, maí. Út af því að þá fáum við alltaf, þú veist, við fáum svona premier mótið okkar. Þú veist, þetta er íslenski majorinn. Já, algjörlega. Og við förum, skemmtilega sem þú segir, förum við þetta og svo meira úr þessu förum við svo í majorinn. Já. Hann er að vera að byrja líka, sko. Já. Þannig að þetta er alltaf ostinn, sko. Þetta er geggja nefnilega, sko. Og svo eins og ég talaði um daginn veðrið, sko. Þegar veðrið fer að vera svona, sko, þá er auðvelt að vera einhvern veginn líka glað og hafa gaman að þessu, sko. Við gætum hort á CS úti. Það var í geggjað. Já. Úti í sólinni. Með kannski 1-0 eplasá með okkur og allt í góðu. Já, og síðan höldum áfram hérna frá 10 til 2 eftirparti, ekki láta ykkur vanta þá. Við sjáum hérna Bytes tilboð, Arena tilboð. Við vorum báðir að borða í Arena, þú veist í Bytes,
geggjaður matur, bara mælum með. En annars, þá viljum við bara fá fregnir hvort að eitthvað sé að frétta af leiknum okkar, því að Nú erum við fannir að tegja lópan. já, nú erum við farin að tegja lópan ansi mikið, en sko eitt sem við getum reyndar rætt Já. og það er ég gerði það ekki alveg nógu mikið í senastu útsendingu. Já. Dusty, hvar erum við að setja þá? Í bara mjög miklu svona óvissu og no-man's-landi. Já, Þeir hljóta í rauninni, þú veist, ef að Dusty sem org ætlar að gera eitthvað, þá þurfa þeir að finna sér næsta Þorstein F. í rauninni. Þeir Já. þurfa að, þú veist, einhvern sem er að fara, hvort sem það er spilari eða einhver utan við sem mun halda utan þetta og þú veist, það þarf að vera aðili, þú veist, aðili sem sér Counter-Strike og Dusty þarf að hafa mjög mikla ástríðu fyrir því að sjá það og vilja gera það og ef þeir vilja áfram vera besta lið að koma með besta lið og mæta með það. forvinnilegt sko út af því að Þorsteinn, ég talaði hann sem sko franchise leikmann og þú náttúrulega ert búin að tala hann er búin að vera smali í lið þegar að Dusty vantar line up. Það er hann sem er á bakvið svona tjöldin í rauninni sem er að púsla hlutunum saman þegar allt fyrir til fjandans. Núna er hann að hverfa á braut. Ég er ekki að sjá neitt arftaka á Íslandi, náttúrulega þetta er einn af betri leikmennum á Íslandi í dag. Já, en sko, það sem Dusty þarf að gera mitt, þeir þurfa að vera svolítið klókin og þeir þurfa kannski smíða þeir bara lið og sjá hver mun vera næsti. Það er líka það sem ég geta náttúrulega gert og ég er svo sem ekki trúin en öðrum þeir smíði lið og þeir smíði lið úr bestu leikmönnum, þannig að þetta verður eins og þetta hefur verið að en hvetja á samt til þess að því að við vitum að sem stára að verið seinir að þessu Já. og þá verið kannski ruggla í öðrum liðum að vera aðeins fyrr, byrja að gera eitthvað. Vonandi er eitthvað komið í gang núna til dæmis. Þetta stórmeistaramótið núna komið nokkuð langt á leiðin. Það er mjög augljós rosterinn þar, er ekki að fara að vera Dusty rosterinn. Nei. Við getum alveg votta fyrir það. Þannig að þeir ættu alltaf að vera að plana núna og ákveða hvað er næstu skref fyrir þá ef þeir alltaf að vera áfram í senunni. Sko. Já, og það væri náttúrulega mjög sorglegt að missa það úr senunni. Ég trúi því nú bara allan ef maður ætli bara að breyta pivot alveg til því að Counter-Strike er enda stærsti leikurinn á landinu og mest áhorfið. Getum við faktað hans í staðist leikurinn í heiminum eða? Já. Spilar það séð? Hvaða tölfræði þú ætlar að hagræða? Já, hvaða angul þú ætlar að fara? Þetta er allavega þú veist að vera hérna með, þú veist... Staðist leikurinn á Steam er ég að fá eirinn. Já, staðist leikurinn á Steam. Og Twitch læra hann oft með þetta. Ég myndi alveg segja hann sé staðist leikurinn held ég. Og líka það sem hann hefur náttúrulega hann er með alvöru sögu. Þú veist, það er engin leikur með líkindunum, kannski, þú veist, kveikleikindir, en þeir til dæmis eru mjög litli núna. Counter-Strike er ennþá bara frá því 99 sama konseptið, sama franchise, skilurðu. En við ætlum að kíkja í smá auglýsingar, sjá hvort að við getum ekki keypt þessu öllu í lag og við komum eftir örskamastund. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Red Bull veitir vængi.
Þetta var ekki lengri en þetta. Þetta var ekki lengri en þetta. En já, það er búið að kippa þessu liðin. Pingið er farið og þá getum við svona farið að kíkja á þetta og nú langar mig einmitt bara að spyrja þig. Ancient Anubis, Nuke, Hyper á móti Aurora. Hvernig fer þessi leikur? 2-1 fyrir Hyper. Ég ætla að segja 2-0 fyrir Aurora. Já, flott. Ég ætla að henda, mér finnst alltaf fínt sko að segja nákvæmlega öfugt við, ég fæ að spyrja spurninguna og ég tek síðan öfugt. Eins og þú sagði Món, ég smíðaði mikið meira hluta liðinu sko. Já. Ég vill að það virki. Samátt ég sé ekki þá vill ég að það virki og það gangi að því ég hef trúað því sko. Já. Hef maður að trúa þeim, þannig að ég skal alveg halda með Hyper hérna í kvöldu verð þeim ég myndi alveg tossa upp hjá þeim leiknum bara, en ég ætla að vera Hyper megin. Logoið er vitnun í mig. Þú mátt til með það, þú verður að halda já. Sko. Það væri, ég held með þess að Kíróin minn yrði helviti súr sko. Hann gæti náttúrulega lamað mig. Já. Næst bara, já, þú veist, ef hann vildi það. Já, ertu hjá honum með það? Já. Æ. Ég er hjá honum einu sinni í mánuð og heldur mig mjög góð. Ég þarf að kíkja til hans í spjaldtrykkin. Svo gleymdist að bóka þess að ég bara einu sinni í mánuð, svo klikkaði það. Þá fær maður alltaf að finna smá sting daginn sem þú ert að fara til hans. Ég segi alltaf við hann, hann segir, hvernig ertu? Ég segi, ég held að það bara, fæ bara alltaf placebo þegar ég fara að koma til hann og kemur svona smá stingur í bakið þó þú sé eitthvað er í gangi, sko. Sko, mér finnst þetta ekkert eðlilega fyndið því ég var á háinninginum núna á seinasta ári, 24, þegar þið voru saman í liðið mitt. Þá var hann nánast bara að ganga á borð og bara hnykkjaði menn, sko. Já. Bara eitthvað illt í hendinni. Já, góður núna. Já, hann er geggjað maður. Já. Þetta er Voodoo Magic. Þetta er Voodoo Magic? Já. Sem á lærir í háskóla og farða... Já, þetta er bara svona algjört þetta er bara mænaðinn og stóðkerfið allt, þetta er bara allt svona byggt saman og hérna, en þetta virkar til dæmis eins og fyrir mig. Ég verð að fara. Ég þarf samt bara að fara mánaðarlega og bara er ég góður, sko. Þannig að En ég held að við séum tilbúin að sjá hvort að Kíró sé að fara að halda á þessu stóðkerfi sem Hyper er. Já. Eða hvort að Bjarni okkar allra besti Bjarni 12 ára sé að fara að sigla enn einum sigrunum og koma einhverju liði einhvern veginn í áttalega úrslitin. Það verður mjög spennandi að sjá. Þú talar þetta að veri besti ingemlítir eða einn af bestu ingemlíturunum. Hvað myndir þú ranka hann svona í sögunni? Það er svo sem spurning. Það er komið plant hérna, við erum í 5 og 5 afturplanti. Ok, við mistum af rosalitlu, Ninja okkar bara low. Já, þeir eiga bákvæðri mikið jútili. Þeir eiga 2 smóka, 2 flöss og kit. Sveittur í 5-una. Talaðum að hérna þurfa að stjórna 5-una en Sveittur er bara að stjórna frontlæninu. Afturplantið að fara vel hérna fyrir Aurora. Þegar að tekka niður, Ninja Dog er low, Bjarni er bara að spila tíman, smókin er komið niður, Snowy. Það var ekki með kitti. Þægilegt. Japp. Hyper að vantala að spila retake á B-inu og Aurora bara líklega svona semi-rössa B strax. Spilar þetta alltaf, veistu það? En þú veist þarna þá retake á B-ið? Nei, ekki svo í mun endilega. Bara svona forvitnilegt hvort að þetta sé enn eitt svona demorítið? Ekki endilega. Ekkert endilega svo sem manna, það getur verið, ég man ekki eftir að hósta nýlega á leika með Ancient, sko. Samina, bara að segja A-stakk hérna. Þetta er hins vegar eitthvað sem gera, ég sé þetta hefðum áður. Skilja bomban eftir, þannig að þeir eru ekki að kommitta 100% en þeir eru að kommitta 2 AK-menna. Þetta getur farið á versta veg. Ninja Dog fellur hérna. Kíró að sjálfsögðu með hauskotið og Hugo. Snowy gæti í feitu hérna, nær Ronald. Þá er Bjarni þarf að taka hann stóra sínum. Drjóli með glæsilegt hauskotið á Bróki. 3-3, bomban er að fara einn á B og það er 1. Sveittur. Bomban er í smá, hann er rauður eins og þetta, nei já. Jú, Suki Cave með súsinn og 4. Ekki þetta aðeins. Sveittur tilbaka, það er 3K á Sveittan hana. 2-0 fyrir Aurora. Uspusbar hjá Hyper, þannig að þeir eru kaupirna. Aðeins betri peningur þarna á Kíró allana. 5K á honum, Snowy 4 og 7. Kaupir stóra vanmál.
Já, Bara einn. það er bara ein makka og þeir ættu nú að vita það, sko, en... Ég er mjög svona, ég tek sensin. Ef það er ein, jáfnvel 2 mörk, Já. tek sensin. Ég tek lítinn armor eiginlega bara, mér er eiginlega alveg sama, sko. Ég, tek hann bara í CT eiginlega alltaf. Það er bara, nema ég sé gjörsamlega 100% að ég á fullt af pening. Verður að hafa hana 350 dólar. Það er bara, já, ég sérstaklega, ég kaupi YouTube mikið, þannig að já, ég kaupi alltaf lítinn armor í CT, bara nema að sé algjörlega, ég búist við bara 5 mökku kaupi. Já, mér finnst þetta geggjað að kaupa lítinn til að eiga smók til að droppa á þig. Það er mjög fínt. Sko. Eða ég get bent á skjáinu. Já, nákvæmlega. Það er eitthvað sem að þarf stundum að gera. Þetta er ofbúslega sérstætt, þeir eru bara alveg að hleypa þeim. Og samt sem áður, þeir eiga reyndar alveg 3 smók ennþá eftir og eru bara að kontakt smóka út pósunar. Þannig að rándið mun í rauninni þetta er skemmtilegt. Já, þeir eru ennþá 1 smók eftir, þetta er líka 50 sekúndur eftir rándinu og þeir eru 5, þetta eru B-tek hérna. Ég halda nema að spurning hvernig leitunin mun ganga. Þeir eru búinir að róteta leikmanni númer 3 þarna yfir á B-ið, einn close í red room. Þetta gæti verið blóðbað hérna á B-sætinu. Bomban að leggja leið sína upp rampinn. Til að fá fjarka smók og fá við 5 smók, 2 smókar, XX smókar. Þannig að þeir munu einangra sætinu. Þeir eru 2 fyrir fram á smókana, 1 tekur kontakt. Ninja er að fela beitinu. Drjóli og Svuk með 2. Þetta ætti að vera fyrsta rándið til Hyper hér. Arkitekt og Hugo, 1-2 eftir. Lítill tími á klukkunni. Og þurfum að hafa hraðar fætur, hendur, alla útlimi. Og það er Svuk í gegnum smókin. 2 þar, skellir hlæjandi. Frábært ránd til Hyper, mjög kokki í því, tók bara ekkert map-kontról í byrjun, contestuðu ekki neitt, þannig að þeir voru mjög vissir í sinni eins og hvernig ætlað að spila þarna og eins og sáum, þeir áttu ennþá 3 smóka þegar voru 50 sekúndur eftir rándinu, það er rosalega erfitt fyrir, þá eru Aurora ekki setjum á pressu, því að þannig þarftu að vinna í terri þegar map-kontrólar að þú beitar jútilum með því að setja pressu á CT-ana, ekki leyfa þeim að hanga á þeim. Spurning hvort þeir lásu þetta strax og fatta það að þeir fá meira pláss. Hyper mæta mitt þarna, mjög klassísk. Kiro og Sök spila mitt-mætinguna. Snowy rotatar algjörlega á milli og Drjóli og Ninja Dog eru B-spilararnir. Rétt misti þarna af 2 leikmönnum, ef ekki 3 Vá, í miðinni. þeir lappa. Þetta er unreal. Nei, ok, Snowy er endar í rauða og er hann á að poppa. Já, sá bombuna, ætti hann á bombunni. Mollar bombu, þetta er bombuna bara pottina. Það hefði geta verið frábært. Það er eitthvað rosalegt tæming að labba í rauninni dónöttin þegar CT-arnir voru að snúa sér við. En mjög... Kiro með Arkitekt og þá er Ronald og Bjarni 2 eftir. Ná, væntanlega ekki gera rosalega mikið hér. 50-50 og Digla og Bjarna. Kiro út, það er M4 í hendunum á honum. En já, það er langt í land, 45 sekúndur, engin séns. Þetta er ránd nummer 2 fyrir Hyper. Þetta er ránd nummer 2 fyrir Hyper og þetta er rosalega, þessi 2 senstu ránd, fyrir rándum að kaupa móti kaupa á mjög svona hægt og þá aftur þetta mjög hægt og Hyper leyfa þeim að spila hægt. Það er, þú sé það, þeir eru alveg svona tilbúnir að leyfa þeim að spila hægt og láta þá hengja sig eins og maður segir. Það er þannig þegar þú gerir þetta yfirleitt. Hyper er búin að lifa margir í þessu rándum þannig að þeir eiga bara mjög fínum pening hérna með 4 byssur. Já, og eitt sem að, sko, af persónulegri reynslu, ég hef spilað Ancient gríðalega mikið og kannski ekki á einhverju gríðalega háu leveli, en mér finnst óþægilegast þetta hraða map-kontról sem terning getur náð. Það er óþægilegt sem CT. Það er það, sko. Og mér finnst eins og Aurora þurfa að fara að setja þá í eitthvað svona óþægilegar possur. Algjörlega. Aurora setja meiri pressu á annarkvort middið eða leinið myndi ég segja svona early round. Bjarni er komin að vappa hérna. Virðist þeir svo sveittur sér dottinn út. Það er svona dimmur í hödd, eða úti í höddinu og held ég þannig. Já. Þannig að við erum í einhver smá tæknilegri pásu hérna en sjáum Bjarni að vappanum og þeir eru kaup á bakvið þetta en terrkaupið er nú ekki
það er allavega nefnitt ekki rosalega mikið stöf, þannig að þeir geta ekki tekið harkalegt map control og countera sítið, til dæmis bara 1 molli á Hugo og sjáum að Sveittur áriðinu bara 3 og 5. Hann makka bara. Spurning hvort þetta eigi eftir að gefa honum einhvern lúsbónus frá því seinasta rándi, það er möguleiki hann eiginni 1900 lúsbónusin seinasta rándi sko, af því að þetta gæti verið hennar áður en að það tekkar inn, þannig að á hann kannski 4-3. Það var AK og ágætis kaup. Já. Og þeir þurfa þetta jú til, þeir eru eins og talar nei, það er bara 3-5-50 á Sveittan og það var í Það treyju drjóli hérna. Er þetta ekki Ajax? Þetta er klassík, eitthvað svona allan að græin. Ég veit það ekki. Retro eitthvað. Hver er búinn að vinna svona marga titla? Sýndist þetta vera þarna Ajax-gæinin? Það er rúglega ekki. Inter kannski. Herri, Sveittur kom inn og hann á 3-5. Þannig að hann er mestalagi Galil og Tegu Galil. Já, þetta kaup á terminum með þér sko. Þeir eru með 5 smóka en mjög lítið annað þannig séð. Já. Þannig að það verður fróðilegt að segja að þeir henda strax. Það er síðan að 7 er að henda cave smoke, þannig að þeir ætla meira í, þeir ætla í aggro lane presence hérna endilega og væntanlega 2 í olbúan. Já, þetta er líklegast með okkur, það var ekki eins og laneið, en Bjarni við beitum í vappan. Þetta er mjög klassískt vappin klippir á þessa línu. Sítjarnir er að hoppa upp á laneið. Og Kíró gæti verið að fara frá flassina og kíkin á laneið. Flassið flýgur, flassið er gott, nær fyrsta frakkinu. En gráður þarna, Roland með rífrakkið. Þá eru þeir í ágætum málum, Áróru menn náðu pikkinu sinu. Hefði viljað að Kíró taki bara að Kíró smóka þarna leið, þeir smóka bara þarna leiðið út. Þeir eiga alveg mitti þannig að þeir geta einangrað svolítið þar á meðan er þetta þess að koni 4-3 fyrir Áróra eftir þetta mjög flotta entry playerunni með flassinu og tímasett. Það er eins og 2 á A-inu og þeir eru að stefna á A-ið. Virðist vera, hann er off-angle samt, passífi angle hans. Hann er samt í angle sem þannig að þeir sjá skuggan. Hugo sér skuggan hans ef hann... Þetta er ekki góð pása í rauninni, eða sérst, ef að gaurinn fer hann aðeins, þá sér hann skuggan. Upp á kassan. Talandi off-angle. Það er bara eiginlega ótrúlegt að hann ætti hann á mögulega 2 þarna. Ninja Dog, 1 eftir núna, á móti 3, bomba komið niður og þeir feysa allir 3. Þægilegt ránd tilbaka fyrir Áróra. Hárur rétti þarna í arkitekt, henda þessum drastlmolla út í raskat. Af því að þú getur ekki droppað honum í terror og keypt annan. Ef þú ferð inn í rándið með CT-mollan, þá máttu ekki kaupa annan molla. Teljarinn er einhvern veginn þannig að það er einhvern limit hvað þú getur keypt mikið af stöffi. Já. Það er eitthvað, 1 smoke, 3 flush, 1 grena og 1 molli, eða skilur, þú getur ekki stakkað þetta í hverju rándi. Þannig að hann registrar einhvern þannig að þess vegna gerði arkitekt þetta, grýtti þessum drasl CT-moll út mappinu. Á Hyperferð Spar, þeir mæta keifin með grenu, Sveittur hendir rosalega sterkum molla sem heldur þeim aftur. Þeir eru eins og 5 í cave. Já, þetta gæti annarkvort verið Motown eða þá hann verið singlaður af Kíró-bratturunum. Flassið flýgur hér og þá er Sveittur í smá vesinni. Sá glitt, þetta var glæsilegt skot, Bjarni liggur í valnum, Vappinn liggur og þá geta þeir rótið og reynt að fá eitthvað annað. Hugo hefði getið verið í vesinni. Já, ég ætla að segja mjög sterkt kill í Hugo, hann spila mútið 5-7 annað klósendur, ógeðslegur fight fyrir hann að taka vinnurann og þeir eru búin að taka A-ið þannig að þetta lítur út fyrir að þeir ná eins og að vappanum. Snói með vappan, sá hann ekki. Snói með vappan er vita það, sjáum hérna 0 á ratarnum er komið upp á leinið. Þú veit, útskýrt það þegar ég allan að tala tölurnar að þá geta menn hort á radarinn að það eru tölurnar sem ég er að tala til að svona vitna í. Það er mjög fínt ofta að horfa á radarinn til að sjá hvernig leikurinn er svona að þróast eða rándið. Nói hérna tölur. Hugo nærunum tekur vappan. 4-2 fyrir Áróra. Byrja mjög sterkt hérna og Hyper fá kaup, Hyper eru samt. Já, þeir eru ekki í góðum málum. Þetta er leiðilegt kaup, en þeir eru samt, þeir eru með 3 allar, þeir eru að fara að kaupa, þess vegna voru þeir spara væntanlega. En þarna gera þeir mistökir inn í seinstanum, þeir eru með mjög mikið að diglum og 5-7. Þannig finnst mér að þeir eiga að vera harðari bara á sparinu, þú veist, þeir eru með 2 MP9 hérna. Það er spurning hvað þeir henda í með því, þristurinn á fjarkinn. Fer í A-main, þetta er A-main pushið hjá Hyper, þetta er bara Úlfur special, Kíró og Sukk, pussa A-main, þetta er... Sukk kominn close þarna, Hugo í
segjum vörninni þrátt fyrir að vera í sókn. Pungo veit örgulega þetta mjög klassískt play. Og ég er mjög hrifin að þessu sem ég nota þetta mjög mikið sjálfur en að pússa að meini svona tímasendingu 2 og reyna hann á flankinu oft sem að terrarnir sérstaklega eins og lélegum Pokémon skilja bara æð eftir. Finnir frag en það Ronald og Arkitek. Drjóli! Glæsið túkið þarna, sukk með AK-in í alobíinu. Innsigla rándið Bjarni. Einn eftir á Vappa. Finnir frag en nú veit það 110% hvað hann niður kominn. Búið að læsa bakinn hans og hann í vesinni. Algjörlega. Sukk með þess að fara að jútila þarna upp á leinið. Þetta verður ekki skemmtilega. Hann fær svo sem hann gluggi hérna. Spurningin hann tökk? Hann veit hvað hann smókið kom. Veit hvað hann smókið kom, já. Svo hrifin að þessu Bjarni. Snói. Mjög gott play hjá Bjarni, hann sér hvað smókinu og þeir veit ekki endilega hann sé nálagt af því hann ekkert búinn að gefa upp með sig. Hann tekur play hann og nær þessu skoti þá hann búinn að slíta þá alveg í sundur og til alls vís, get ég sagt þér, þannig. Lítið meira HP og möguleiki. Já. En þetta virðist vera bara algjör efnahagsleikur. Núna engin peningur á sikur liðinu, þannig að þetta mjög stórt túki hérna á Dróla í cave. Svingar hann inn í cavein, tekur hann með stóra koltinum og móar það niður. Með tilið hérna á leinið, ekki finna smók. Þetta spreyir samt geggjað. Snói, já, dreifur hann niður mitti gegn einhver hotn örgulega. Og búinn að missa reddrúmið fljótlega, bakkar í betra angul. Arki komin í gegn, Kíró. Líklega skot fyrir þessum fight. Já, ógeðslega vel gert hjá Kíró hérna. Nær að smóka bombun út og Bjarni drepur enginn smókinu og þeir fá killið þannig að þetta 2 og 3 og Bjarni hver ekki dónutur nær bombur í Snói hitti flott skoti. Rífur í P250, reynir skotið, double zoomið, klikkar, Arkitekt núna komin í ágætis færi til að gera eitthvað hér. CT nær líklegast að sjá bombur, já, Drólin veitur hann. Mikið back and forth round en skila sig fyrir Hyper og við erum í 4-4 jafnt. Verður ekki jafnt lengi held ég. Nei, peningurinn hjá Aurora búinn. Aurora mjög jafnt, 2 round, 7, 6, 2, 5, 9, 4, 5, 8, 5, 6, já. Ansi ólíklegt að Aurora nái samt næstu 2 hér. Það Tekkur, Glokkur og 1 P250 og Ronald. Sveittur kaupið niður til að eiga smá. Sveittur alltaf þá svo sem. Já, hann nær einu fraggi en gerir 300 í skada. Æða þetta upp bíð og það ekki mikið að koma úr þessu. Ninja Dog með uspuna. Nánast innsiglar þetta og Bjarni fellur og núna þurfum einhverju töfrar að koma frá Aurora því að þeir í smá vesinni, Jói. Engan peningaldur hérna, þannig að þeir taka bara sparvantilega hérna. Eru svo sem í terr og eins og við stölum við fyrir leikinn á þetta ekki allt og CT en þetta CT-sided svona í grunninn. Og Hyper í rauninni svona þannig að standa undir því að þeir eru búin að vinna meir í gun rounds. Já. Sjáum þeir eru búin að vinna 5 round og það í rauninni 4 eða 3 af því eru gun versus gun. Ekki hrifin að því hvað þetta grunnu smók en þeir komast allan að langleiðina inn í donut en þeir eru 2 inn í alobíunu, ná að treyta en þeir sita bara 2 eftir. Ekkert endilega rosalega mikið að jútila þeim en Sukk gerir þetta 1 á móti 4 núna, bomban fer niður. Það ekki jens að þetta ránd fari til Aurora. Það 7. rándið. Þægilegt. Kíró og Snói að toppraka, nákvæmlega eins og þú vilt hafa það. Þetta wind condition eins og talar um. Já. Algjörlega, málega bara þessi, ef Kíró að fragga mikið, hann að hoppa á lane, þannig að hann að taka mjög snemma að fæta, þannig að hann líklegast að taka kill sem að setja terran í erfiðar stöður með til dæmis að festa þarna á laneinu, bögga þá og þannig, og svo Snói svona í backlineinu
spilar svona tiltölulega passíft. Hann beitur. Já, hann svona akkeri. Ekkert að það vera beitur. Nei, alls ekki. Plus hérna, þetta mjög svipað þegar þeir fóru í alobíið seinast. Sukk Hérna einn á aðeins og það kemur Exec og Sveitur fyrir gegn á undan með bombuna. Sukk drepar hann nær mollanum niður nær öðrum. Þetta gæti... Herru, geðveikur smókveikur. Já, þetta bara eins þægilegt og... Bjarni að kúka. En koma bombunni niður hérna ekkert djók. Kíró með frækja á Bjarni og þá Arkitekt einn eftir Grensan. Líka Kíró niður. Mjög skemmtileg. Ég mjög ekki pælt í þessu smókveik. Hvernig maður þetta, ég mjög hrifinn af þessu, þú svona klippir sætin meir í tventa því að þú getur molla bak við Xboxinn og setur rauninni smóka CT-un og Donutinn þegar þú gerir þetta. Þú bara gerir það aðeins öðruvísi. Þú getur eiginlega, bankað á að CT-arnir þeir sjá hana, þetta er öðruvísi. Þú getur til dæmis grenustakka default. Þá tekur hann að vekk og grenustakka default, óbúslega líkilegt að sé hverju default er þessi vekkur og þessu saman, þeir voru bak við default. Þannig að smókveikurinn góð hugmynd en ég væri til kannski einmitt aðeins meiri layering á bak við hann en aftur á móti Sukk gerir ofboðslega vel. Það skrítið að Sveitur hann svo undan og fær ekkert flast til dæmis. Það þetta skyflasta fyrir hann svona aðeins sloppy, en maður skilur kannski, þú ert smókandir að detta, þú ert þarna með tímasetninguna helduru og en það bara skiptir miklu máli þetta saman að... Þú ert samt með annan leikmann að tappa bakviði, skilur þú getur hlaupið í treytið. Já, verið hoppað saman, hlaupuð saman eða hvað það sko. 7-4, Hyper, byrja hérna bara flott eins og við sagðum, búin að taka mikið um það gunrándum og kauprándum og vinna þau og meðan að Aurora með pistolið, sparið og svo tóku Hyper náttúrulega aðan annað spar þannig að í milli eru búin að vinna í rauninni 1 gunránd Aurora og Ninja Dog smóknum hér það er ekkert að kíkja inn í þetta, gerir það samt sem áður og gerir smá skaða á Bjarna og enn og aftur þetta er ekki að they're not having a good time. Nei, þeir eru Aurora eru rosalega bitlausir í þessari nákvæmlega stöðu þá er þess að Hyper séu með að bara nákvæmlega sem þeir vilja og það er lítið þess að Bjarni þarna hendir smók í cave-in jú, hann að gera þetta til að skapa sér pláss þeir eru að taka upp cave-in hann þessum ákveðtis pælingarnar fær þá cave-in algjörlega og þeir ætla að fara í Exec 8 er þarna í Donut og þeir eru 2 á aðinu þetta er Þeir virðast vera að tippa samt algjörlega á aðið þetta með mannin að valda headroomið. Henda niður smók í rampinu hins vegar. Eiga þeir B-sætin. Snói með löfgið í rauða. Bombháðið vorir á 5 þeir eru ekki búin að missa HP nánast. 1 smók. Eiga ekki 5-una en Arkitekt og Hugo ná að skjóta þá mögulega út úr þessu eða hvað drjóli fellur og þá er Sukk líka 7-5 gerist mjög hratt í þessu ríteki en þú veist þetta er bara þeir að hitta skotum þeir eru ekki 5-una þú veist fjarkasmókin var að fara þarna Hyper gerði svona þeir gefa sætin en rítekið er svo bara svona einhvernig sem er svo ef þú gefur sætin, þá gjörðu svo vel og, þú veist, haltu 5-unni og settu upp í eitthvað. Þeir bara leituð 1 og 1 og með 2 vappa. En já, mjög svona soft eins og þeir eru 5 á 4 retake og rándið enda með 4 terra á lífi. Já. Þeir bara taki ekki kill og eru mjög svona, ekki treytanlegir og svona, þetta mjög sloppy þarna eftir að hafa gefið sætin. Hyper taka pásu hérna. Allavega ætla ég að giska örin tákni það. Litla örin þarna uppi. Já, minnst það líklegt. Já. Þess að sjá hvaða smókaðir geta kannski kíkja inn á YouTube eða Austin CS á Instagram. Sjá hvað taka þeir á stöffi. Ég vil sjá því í þessu hlutverki. Svona Instagram, eitthvað smókar. TikTok, ég myndi á TikTok. Já. Ég er TikTokari. Hey guys, I just found this smoke here. Þá myndi ég samt líklegast, þegar það er TikTok, myndi ég líklegast gera svona barna
nýjasta nýtt. Batna eiga ég við það. Ég var í webkamera og ég gerði svona baby. Jésús. En, Herru, það er rössað í rauða hérna með einum smók fyrir neðan og þeir flanka sítið. Flott fletta dröfli skotinu og terrir með sítin. Ronny reyndar gerir ofbóðslega vel að ná þessu killi og heldur að minn þetta setur á, þeir eru hægt alveg. Þetta alveg en Þeir gerir vel, já, og öll killin. Já, Öll killin hjá Kíró. flott fletta hjá Hyper hana. Ég hrifin að þessu. Þetta var bara snirtilegt. Náttúrulega sjálfsögðu dálítið predicated á því að Drjóli þarf að halda lífið þarna. Hann að leita að manninu sem allar inn í lobbyið. Já, algjörlega og svona óþægilegt að fá þetta í sig nema sért virkilega bara uppsettur fyrir þetta með eitthvað svona rauðastakk og yfirleitt í millibils ástandinu ef þeir koma svona rössand á fyrsta tempói. Sök hendir top lane smoke henda hann inn að strala skrenu 5 manna eða 4 manna uspupús A og B. Bara Bjarni á B-inu, Drjóli að horfa eftir þessu. Ning 9-5. Er það fakt að það eru 3 læknar í Hyper? Dr. Jóli, Dr. Kíró og síðan Ninja Dog. Þeir eru samt sko bókstaflega 2 náttúrulega. Já. Ninja Dog er læknir, að klára það og Gummi er læknir. Drjóli samt heldur bara Dr. Jóli. Já, 3 doktorar. Já, rétt. Hyper í ílstjórasætinu. Já, þeir eru með báðar hendur á stýri. Já. Og í mappickinu hjá Aurora hérna. Það er ekki að stoppa þá. Nei, algjörlega ekki. Og þú kallar þetta nákvæmlega, þeir eru bitlausir. Allavega, við höfum eftir að sjá þá í þessu fyrsta gunnáti. Ef þá að kalla þetta gunround, það er 2 famasar, 1 MP9 og 2 M-fara. Algjörlega, þeir doppelmolla myndið Aurora öðruvísi. Doppelmolla ná algjörlega leininu þá og hoppa upp á það er þess að leinsmók frá Aurora, nei Hyper. Þetta er mjög klassísku svona smók frá úlvonum, þessi top lane smók. Svo reynda að setja press með cave. Aurora counter það hins vegar með að henda sínum eigin smók og runni klippa í stundur hann að leinið og þetta er mjög mikið postjör. Aurora. Þetta er alvöru taflspil. 1 smók eftir. Hérna lætur vita sér. Það er að splitta middvæntalega. Algjörlega. Og hér er ágætis jútil á þeir henda þeir fara, bombalegur í olbúa, það er enginn að pikka, það er kurkurinn í rauða og það er BX-egg. Ok, þetta er mjög hyperlegt ránd, skal ég segja þér. Það er svona allir í alls konar. Ronald er ekki að búa til þessu. Hann er hægra megin. Sukk er búinn að taka einhvers konar. Ó nei, þetta er alveg farið. Þeir eru búin að lesa þetta eins og þetta sé ekki. Nei, þeir eru búin að róta þetta. Þeim yfir í redrúmið og Bjarni í vesinn. Hann MP9, arkitekt komið tilbaka. Sukk er alveg að fara vandræðalega með þá þarna. Allt plássið í heiminum, arkitekt í vesinni, næri að gera svona skaða en Ronald 1 eftir núna á móti 3. Það er vissulega 2 svona semiláir, Ninja Dog og Snowy alltaf double svinga hérna. Nei, Molla bara íta Ronald tilbaka, haltu þessu drengur, út ekkert erindi í þetta. Algjörlega. Þetta, sko, ástæðan fyrir ég sagði típist hyperround, þetta er algjörlega eitthvað sem ég upplifði mjög mikið og var það að þetta er í terri sérstaklega að það eru mjög margir playmakerar og þeir meika mikið að playum og það er oft í rauninni, getur í rauninni, það er svo þunn lína. Sem preddar þarna, þegar allir eru í playinu, það ná allir flankinu, þegar það gengur þá er það geðt, þá skjóta allir í baki og í rauninni þú rándir bara svona unravelast. Og þeir gerðu mjög vel enda þarna, í rauninni bara hengja Aurora algjörlega. Þeir fara ekki eins og bómsinn, Aurora kíkir í öll píkinn í rauninni. Sukk gerir ofboðslega vel þarna að taka mikið pláss á meðan að þeir eru að henda stöff á B-ið og sleppur þarna einhvern veginn í gegnum neti hjá þeim. Þannig að
bara mjög flott ránd í Hyper en við getum fylgst með þessu förum í næsta mapp og ef þetta mapp heldur áfram hvort þetta getur fyrir að býta á því rassinn þegar takt eftir þessu hvernig eru mjög mikið allstaðar mappið að gera eitthvað með plays og í rauninni svona mjög lengi að defaulta postjur og reyna að finna einhver og svona glufur 10-5 og spar hjá Aurora spar sem Aurora þarf eiginlega að vinna bara svona til að þú veist líka bara setja sig aðeins inn í leikina því að Hyper eru eiginlega bara búnir að stompa þá Já, þetta mapp út frá því sem við erum að sjá akkur núna er bara í raun og veru búið Sveittur dettur út líka þetta er eins slæm byrjunarondi og hægt og Bjarni það sér pyrringin þetta er ekki gaman Hugo fara að kíkja inn í þetta finnur eins og hausinn af báðum og þeir eru með 5-7 Já, þetta þríkið þarna hjá tvíeikinu AK í höndunum og Bjarni akkur núna þurfa að finna hausa svingar þarna í hornið bakkar Hugo Ó nei, Bjarni verður Hugo verður að taka þátt í þessum fight Þetta var sénsinn Þetta er rosalegt, ég sá Bjarni er brjálaður Hugo fer bara einhvern veginn frá honum þegar ég geta treyta þarna niður Hugo ekkert í líf hann náður að drapa Akanum og Architects þeir eru fyrir framann smókið Architect nær einum Hugo spila tíma spila soundið hann feikar fer aftur í það og þarna fríar 2 byssur fyrir Aurora það sem Aurora þurfti 4v5 Já, 4v5 en þessar 5-7 þannig í keifinum og Hyper gátu algjörlega, þeir áttu meira stöf til að molla út þeir strax og drepa fyrst á að vita þeir að báðum þarna þannig að svona smá slopp í þarna hjá þeim hvernig þeir gera þetta og þarna er unni þetta er glufan sem Aurora þurfti Aurora þarf núna að standast í lappirnar og komast hérna í bara inn í leikina aðeins harkalegar Bjarni að vappa það er M4 allstaðar á restina af liðinu og þeir sýndu allan að þeir ná sparrándið á hljótarinn á kauprándi eða hvað Vastarni rampinn er ofbóðslega rólegir er að taka middið núna grenuðu smókin þar út middið Sveittur er eins og línu við middið línu fjarskinn er Bjarni nær postavappanum Ekki skotinu, fallegt skot hjá Bjarna, hann er rótætti með vappan ofbóðslega mikið hleypur hérna bara lengst í burtu Nei, tekur kirkjana takir línuna af Ronald, sendir Ronald áfram Fróðlegt, þeir eru mjög það er í TikTok-settum B Þeir eru allavega búin að koma sér vel fyrir að ná A-setinu og bomban virðist vera að fara að leggja leið sína að A-inu fyrir utan miðjuna akkurat núna en leikmaður inn í A-lobbyinu Væntanlega XA hérna eiga smókana í það og er að grúpa þarna sjá sjöan er drjóli hann fer ekki að line upp smók og Kíró er alla jafnan er ekki eins og með smók þannig að þeir eru ekki allan að fara XA beint Ninja Dog er með 1 smókin og hann er upp á leininu hann hins vegar gæti smóka CT frá middinu það er algjörlega hægt að gera það Molla hoppa hérna, hoppa bara út hérna ekki geta pop Sveittur með fyrsta þeir brasa komast inn á slæð og þetta var nauðsynlegt kill Sveittur með 1 Architect með annan og Snowy fellur í kjölfarið á því og loksins eru Aurora að koma sér samfarandi aftur inn í leikinn Algjörlega, þetta ránd hjá Hyper leit svolítið svipað út eins og rándi hjá Aurora í fyrri Já Þannig að bara hérna gerðu lítið sem ekki neitt og hérna og meðan að Bjarni til dæmis mjög móbæl tekur vappakillið og næri því hérna í Donutin sem mjög stór opnun og Hyper taka aðra pásu hérna og þeir eru búinir með peningi sinn reyndar samt sem áður eiga samt alveg hérna tekkur og geta að fara að púsla í eitthvað og taka pásu þannig að kalla eitthvað það er spurning hvað þeir gera hérna smoke tekkur, flush á Ninja Dog og snúa allir í átt að A-inu ætli þeir sé ekki bara hratt að Virðist vera, þeir eru með slatt af jútil allavega til að chain-smoka eitthvað CT mögulega Donut, kannski bæði en það gefur ekki rosalega mikinn séns
3 smókar, tekkur. Það armor á 2. Það pikk upp byssur, þá ættu þeir að fá first choice. Sömu stóran armor. En þetta gæti verið hættulegt. En þeir eru í ágæti setupi fyrir þetta. Ronald með vappan á A-inu. Annar leikmaður í donut, það sveittur. Já, þetta bara full on aðtek hérna. Snowy feilar. Ó nei. Donut, sko. Defensive smoke og vappaskilið. Ná, og AK úr höndunum á honum. Ronald spilar passíft þarna inn í kirkjunni. Þeir ná bombunum niður. Eitt af auðveldari sætum að retaka. Þeir ættu ekki að halda þessu. Ninja Dog í góðri stöðu samt en klokkan bara ekki nógu góð í þetta verkefni. Þetta hefur líkast til killið og Snjói einn eftir. Drjóli Nær fyrsta. Nær ekki öðrum. Feilar á Bjarna. Drjóli tók þá rosalega low þegar hann kíkti á þetta með AK-in. Skaut 2 í rautt. 10-8 en plant hins vegar. Já, plant. Þannig að Eiga kaup þá. algjörlega. Núna mjög vel tekið eins og að móti Aurora. Mjög svona klárir í þetta hendarni defensive smoke sem að einangrar þá og vappin hitti fyrsta skotinu þannig að þetta verður allt einhvern veginn auðveldara. Liðin aftur að treyta hérna 3 ránd og 3 ránd núna. Hún mikið á svona jöfnum keðjum hjá liðunum. Það allan að þeir unnu spar, unnu síðan kaup og unnu síðan móti spari. Þannig að Aurora sé núna að vinna aðeins erfiðari rándinn. Algjörlega. Sáum hérna mikið stöff í mitt aftur. Aurora henda doppulmollu, fá þessum seina smók, sukk. Örksmókur í miðjunni samt. Skrítið, ég hefði haldið að battu leið og hann sá ekki að nála það tímasetningunum til að fara út. Algjörlega, með hennan lurksmók fyrir framann sig. Smókin farin núna, en hann var á út milli, það mjög ekki map control. Arkitekt framanlega í keifinu, ætlar að bakka. 6-an komin upp rampin, Kiro, búinn að leita upp rampin en vappin hins vegar póstar á þegar hann lappar í línuna. Fæting. Fluss á móti. Nýtir ekki plássið sem flassið býr til og Kiro í prime stöðu þarna. Það bara skýðast hjem á hann. Hugo nær eins og að treytinu en smá vesen á Aurora akkurat núna. Búinn að lörka upp í rauða. Mjög klassískt, þetta virkaði náttúrulega mjög vel áðan fyrir hann. Má ekki falla. Ef að Ronald lifir hérna. Vá, vel gert hjá Ronald. Það svo mikilvægt að hann degi ekki því að Sukk hefði búið til svo ofboðslega mikið pláss. Hefur kötta á sveittan, hefði getað rótað þetta yfir á æð og núna virðist ákvörðum verið tekin að þeir ætla að gera nákvæmlega það að bombana rótið þetta genið terspónu og hérna þurfa að gera þetta flatt. X-Eka en síðan nániður smók topp ramp þannig að þeir sjá að það ekki hægt að koma bak við í. Þristurinn hins vegar, nei hann heyrir að þeir vita að þeir ekki þannig að þristurinn rólegur. Þeir hins vegar allir að fara að og ásinni djúft spón. Hver ennum að það sveittur. Og þetta var mikið vætt. Þannig drepin og þetta 3v3 og þeir eiga algjörlega sætinn. Ronald low. Hann gæti spyrja hann í gegn en alltaf býði málunum. Smókin ekki góður og Snowy fellur. Það opnar fyrir Bróki og þetta köttar á algjörlega bara inn í donut. Verða að halda það. Svikamillu smók, Ronald á smók. Og donutinn. Finnur frakkið á Hugo Grensan. Hún kannski góð en Drjóli. Hann púsa bara í gegn. Bjarni verður núna að taka honum stóra sinum. Nær ekki frakki og Drjóli með 3K hér til að sigra rándið 11-8 Hyper. Taka 1 ránd tilbaka hér. Algjörlega. Kiro leitar hann rampinn mjög randomli. Fær í rauninni kill sem að skeikar einhvern veginn allir í vörninni. Þetta leit samt út eins og Ronald hefði ná frábæri killi á Sukk til að snúa þessu aftur á hausinn. En Hyper fara þarna, snúa við á æð og sveittur. Ég hefði viljað sjá hvernig sveittur deyr þarna. Og ég held að Ronald þurfa að vera nær honum. Það seint í rándinu, hann þarf ekki halda til að flankina í rauða. Þeir verður eftir að fara bombsæt. Sukk mæti keifin inn að fer málsflass í andlitið. Það kemur smók líka. Bjarni í mjög þægilegri pósu þarna. Getur að eiga við hann. Getur bara slaka á hann upp á hann til að mollin kemur í hann. Algjörlega, og hérna erum við hins vegar á
risa rándi líka peningalega séð. Já. Og auðvitað náttúrulega fyrir Hyper í, sko, Hyper vinnur þetta ránd, þá eru þeir farnir konur í ábúðslega góða pásu, konur með 12 rándin og Aurora er búin peningin. Mollin sprettar upp. Grensan, ekki með byssuna uppi. Hýtir á jump-takkan, Arkitekt með einn tilbaka, en það er ekki gott. Það er verið að channela allt í gegnum veggi. Arkitekt aggressífur þarna. Þetta er rosalega Hyper til að vinna. Þeir eru eins vegar. Ná að treyta þetta eins niður. Aurora, 22. Sveittur við umferðarreglurnar og býður að spreyðið er búið til að krossa. Það fær ekki fimmuna, Molli sem að kvettar á að þarna. Drjóli, hann ætlar að halda í fjarkanum, þeir eru í góðum eftirplansstöðum. Smoking kemur hann út til að kvetta á þannig að Cave get ekki hort. Flastið er gott. Þetta er ekki séns fyrir þá, meira þess að einn að fara að lúra í bak. Sveittur, einn eftir. Hann að rífa sig úr að ofan til að krækja í þetta ránd og er ekki séns. Þetta er 12. rándið þeirra. Já, Ronald deyr þarna með Smoke, Molla og Flash. Hafði fullt af tíma til að henda því ykkur. Til dæmis bara eins og default hefði hann hendið einum og flussaði einn þeirra út. Ef þetta auðvitað verið vitur eftir þessu sem. En hefði viljað sjá hann að reyna að nýta það. 12-8 fyrir Hyper. Risa ránd sem þeir tók hann á hann sem leit ekki vel. Alls ekki. Bara það er spilað á. Já, algjörlega. Hyper hafa hérna 4 sénsa til að klára hann leik. Og einn ansi góðan akkurat núna. 2 rifflar í borðinu. Engin kit. Þannig að algjörlega taka eftir því og Hyper ættu hérna að vera mjög rólegir. Bara reyna að dreina stöffið út. Henda hérna í BX-ek en er að labba A. Ronald haggast ekki og Ronald mun sjá bombuna fyrst. Hero með risatagg. Og þetta er búið. Þetta er rosalegt og þeir eiga Smoke City og Donut. Hyper líta stórkostlega út hérna. Bombun er plantað. Beint yfir í Anubis, viljaði senda Veitu, drepur hann í gegn með 5-7-inu? Samt smá í land. Það er löfnum mittið í bakið. Þeir eru bara 2 inn á A-inu. Ef að 0-ið kemur í bak, finnur hann fyrst með því. Hann er svo að drepur hann. Já. Þar höfum við það, Arkitekt fellur, það er 13-8 sem að leikar fara í Ancient og já, ég verð nú bara að segja stór skemmtilegur leikur, samt sem áður Hyper í bílstjórasætinu alveg sko 80% af leiknum. Já, og Hyper eins og við tölum fyrir, þeir unnu, þetta var bara mjög legit sigur, en það er ekki 13-8 er í rauninni svona semi-stomp, þannig séð, sérstaklega við tökum inn í að fyrirháleikurinn þegar sem Aurora vinna 5 ránd, þá eru það 3 á móti pistolrándið eða svo spör. Þannig að Aurora vinna ekki mörg gunránd á meðan Hyper gera það og Hyper vinna líka rándið, svo þetta pivot rándið hann áðan, það er ofboðslega sterkt. Þannig að þetta var rosalega sterkur leikur á Hyper þarna og hérna, svona einmitt það sem eins og ég tala um það með playmakingi og það terrorleikin þannig en þetta líka þegar þetta virkar er ógeðslega erfitt að spila á móti og það er það sem við vorum oft mjög erfiðir að eiga við þegar við komumst í terrið að það var erfitt einhvern veginn að lesa í okkur og svo með mjög sterka segi við náttúrulega að tala um Hyper það Kiro leitar hann upp rampinn tekur mikið pláss nær killi og treytar hann og opnar þetta þannig að mjög vel spilað Hyper Vel uppsett lið þegar þeir halda sig svona í góðu standi, þú veist, þegar allir er ekki að leita og þeir eru að bíða eftir þessu eina playi sem næri þessari glöfu, meðan það púslast bara allt saman, þú veist, með hennar klötsfaktor og leikmenn sem vilja ná plássi og búa til eitthvað fyrir vini sína, bara virðast vera mun sterkara liðið á blaði akkur núna. Algjörlega voru það var pikki hjá hérna Aurora, þó eins og ég sagt líka síðan stúdíu og þessari, þetta er mjög, mappúlið er mjög jafnt hjá liðunum, þannig að það er ekkert endilega mikið en það er samt sterkt að taka mappi hjá hennum þessi, þeir fá að velja sér Hyper gátt að byrja City og vinna það þar sterkt þannig að fróðilegt að sjá hvernig það verður í Anubis. Já, á þeim orðum þá ætlum við að kíkja í nokkrar auglýsingar. Já, erum við að sjá landfaróana, Egyptalandið, er það að fara til Aurora og kíkjum í Nuuk eða klárast þetta hér og snemma heim, sjáum þetta smá.
hvernig sem framtíðin verður. Red Bull veitir vængi. Velkomin aftur, það var stutt pása og ég vona að Aurora hafi kælt sig niður eftir hennan, þetta var bara súrt tap, enga veginn í stjórn í leiknum, bara, það var fyrsta nátt í terrirunni og það er ekki mikið meira það. Algjörlega, hæpir algjörlega með þetta. Við förum með Anubis núna. Já, hvernig er þetta shape, sko, út af því að þú ert búin að tönglast á þessu núna í 2 útsendingar, þetta er náttúrulega bara möpp sem að allir spila, þetta er bara íslenskt mappúl. Já. Það er ekki dálítið boring, eða? Boring fyrir... Já, bara, þú veist, getur við fengið eitthvað... Nei, það eru líklega þessi bestu möppin þeirra. Já. Þá færið við kannski mesta hæglega að síða svo mesta svona skilningin. Og Anubis er svo sem alltaf ágætlega skemmtilegt maður fyrst mér að horfa á. Mjög tersettir sem við talaðum. Já.
mjög auðvelt að spila mjög örugt í terror vel. CT-arnir þurfa aggression og bæði liðin verða væntanlega með klassísk svona vassaggression, smóka stigan og ég veit að Bjarki Snói, við vorum svolítið að leika með að henda hann til dæmis, hann vill ekki smóka endilega í stigan ef hann kíkir með vappa í e-box, heldur vill að freka smók í McDonald's að því að það er svo meta þegar smókið til að vappin fer bara fyrir framann og því að tervappin er miklu meira undan e-boxinum. Þannig að þá erum við myndið að henda smók í bara annað archið og þá færið þau í rauninni beitan til að fara hinum megin í það. Við veitum hvað að gera það, ég er mjög hrifinn að því, henda smók þannig og beitar og svo á vapparan hinum megin. Það verður mjög gaman að sjá hvernig minnir að ég sé Ninja Dog akkeraði aðeins þegar ég var með þeim, ég held að Drjóli sig fyrir að gera það. Kíró og Sukk í middinu held ég, en fróðilegt að sjá hvernig hvort þessi búin að breyta þessu, CT-vörnin hjá okkur var mjög slæm, bara ofboðslega léleg sama hvert þú leist á hana, hún var bara allstaðar lakún, en fróðilegt að sjá hvernig það verður hérna hjá þeim. En hlutinni sem að Aurora þurfa að gera, þú veist, þá eru við bara með bitlusamt hníf á móti, bara öðru bitlusu. Aurora þurfa bara að mæta eins og spila kannski nokkur hraðir ránd, spurning hvort þeir fá að byrja í terjan, þeir fá ekki valið, þetta er valið og Hyper, en þeir fá að ráða, gætu pikka terr og þá skulum við horfa eftir Arasinu, hendi því til að halda tempó í gangi og ég held að Aurora þurfi að spila aðeins og koma sér aðeins inn í leikinn, þótt að ég get algjör aggression en spila aðeins svona meira, meira aggressíft og meira svona með intenti og reyna að setja pressu á Hyper og já. Þú heldur við 2-1 Hyper, þannig að við erum að fara að sjá sigur hérna hjá Aurora og við fyrir rakleiðis í Núk. Já. Höldum því, en við erum farin live í Anubis og við sjáum það að Aurora þeir velja að byrja terr. Og rössa að bara X-Egg, Heaven Smoke, brotnivegur, Trismoke, þetta er full X-Egg. Full stack. Wow. Já, það er bara jarðsett þarna Aurora. Þetta getur verið rít. Þetta ránd hjá Aurora var það svona Bjarni brjálaður. Já. Þetta var líklegast rít. En aftur á móti mjög krisp skot hjá Hyper og þeir bara halda áfram það sem var áframhaldið. Þið getið bara swingað 4 í hann þessuna og bara enda þetta hérna. Gera hérna. Það er ekkert verið að spara. Það er bara rúst hér í fyrsta rándi, lesið fyrsta ránd. 4 á A-sætinu. Dr. Kíró, the doctor's in, eins og maður segir. Túki á honum. Kíró hittir skotum sem er rauninni vinnarándi því að hann er ekki einn af 2 á syllunni. Hann hittir hinum skotunum þannig að þeir eru að feysa það. Þannig að Görnir og Sillun geta kíkt í frí kill. Þannig að risa kill hann hjá Kíró í endriðinu. Þægilegt að hafa svona leikmann sem tekur erfiðu skotin og gefur manni bara, já herru, þú ert bara að kýla það í eyrað. Ok, Hyper virðast vera. 2 koma þeir inn í hengi en 2 koma ekki út. Arkitekt að falla hér og einfalt 2-0 fyrir Hyper. Algjörlega, þetta var kaup hjá Aurora. Hyper er með nákvæmlega í rauninni sömu vörn og það hefur ekki nein breyting á CT-inu þegar ég fór á liðina því að ég var B í hann í Ancientinu og Drjóli þar og ég var B í þessum með Snowy og það var þannig í þessu rondi. Þannig að þetta lítur út þessu nákvæmlega, þetta Sukk og Kíró í midd. Kíró spilar þá meira B-rótitið á meðan að Sukk fer í átt A-inu. Já. Ninja Dog akkerar A-ið og Snowy og Drjóli á B-inu. Snowy spilar mikið vappan, þannig að vappin er hjá með B-inu mikið. Með glæsilega og Arkitekt líka! Þetta gæti orðið vesen. Hugo samt sem áður lár en gætu beita hann einhvern veginn. Ofboðslega stór opnun hérna og á einmitt Kíró og Snowy. Stóru byssurnar í Hyper. Pikka hérna strax út. Drjóli hins að tekur 2 kill tilbaka og Sukk. Stórkostlega gert hjá þeim báðum. Taka hérna 4 kill á þess að vera svarað. Og Aurora eru bara aftur ennþá bitlausir einhvern veginn. Sama þóttir opnir rándið eftir því að þá
Ok, nú ætla ég að spyrja þig. Já. Þú ert mun betri engjunnýtur en ég. Þegar þú komið 2 opnanir á þessa leikmenn, tekur ekki bara, ok, við ætlum að bakka hérna. Og þetta var mjög svona, ég ætlaði að segja það bara hérna rétt þegar þetta var búin að setla í 5-3 að Aurora þyrfti hérna bara ekki gefa næsta kill, ekki gefa næsta kill nema það væri bara algjörlega grúpað. Þeir þurfa bara að treyta í rauninni risvar og þeir geta treyta sig með 5 gæjum á lífi í gegn. Aftur á móti, og það sem er versta er að þeir gera þetta þeir bara deyja allir 4. Þeir gera þetta ekki neitt erfitt. Það taka mjög lítið af pening þannig sem líka af Hyper. Þannig að 3-0 fyrir Hyper hérna aftur á móti hérna Aurora ofboðslega mikla press á A-ið hérna og Hérna lobbyinu vilja fá rótetið Sjáum þessar hérna. Þetta Aurora er núna búin að ná báðum smókunum úr A-main og það er 1.25 eftir. Já. Aurora er búin að setja sig upp hérna í mjög gott. Hérna geta þeir eiga ennþá alla smókana sín nema 1. Þannig að þeir geta núna farið einmitt. Henda hérna e-box smók, taka map control. Algjörlega. Aurora eru hérna að spila mjög fallegt terránd. Búin að ná miklu út úr sítjónum. Þeir reynir að gera skaða með þessari grensu. Snjói finnur Hugo hins vegar. Arkitekt. Gott treyt þarna. Þetta einum leikmanni líka í miðinni. Þarf í raun og veru að fá hjálp hér, en gerir þetta bara sjálfur. Ekkert vesen, glæsilegt skot, Ronald og sveittur. Dúo inn á æð og þetta ætti að vera rándið þeirra. Flott rándið Aurora. Mjög flott rándið. Rándið sem þeir þurfa og nú þurfa þeir að byggja hún á þetta og gera meira af þessu. Rándið á undan byrjaði mjög vel og við þurftum, en þannig allavega kláraði það. Þannig að þeir eru alveg að koma sér betur inn í enn leik hérna. Hyper halda vappanum ef þeir leyfa þeim að halda sem þeir gera, þeir eru þess að planta upp núna fyrst. En þeir leyfa þeim líklegast að halda því að peningurinn hjá Aurora er ekkit, þeir þurfa bara hérna að lifa og fara að stakka hann. Snói heldur vappanum, hins vegar munu Hyper í rauninni geta keypt. Drjóli getur búið að droppa byssu, Ninja tók á 5-1 þannig að hann getur að minnstakosti keypt sér og jafnvel droppað. Þannig að þeir eru með 4 riffla í næsta rándi. Verða bara að lifa þessir 2 eftir Drjóli og Snói. Og ekki, þarna fór allt í fjandans hjá sveitum. En já, þeir ættu ekki að vera í neinni stöðu til að ná einhverju fraggi á það hér. Drjóli í passífu. Heyrir hins vegar í sveitum hér. Það er að vera kontakt hérna. Og nær vappanum. Þetta var stórt kill. Þetta er risastórt kill af því að Snói mitt á bara 1600 og hann var með stærstu byssuna. Já, þetta er risakill. Hvað gera þeir hérna? Þeir kaupa sér niður, Ninja Dog droppa líklegast vappa á Snói. En þetta er svo allt öðruvísi kaup hérna heldur en þetta hefur verið 4 rifflar og vappi. Í staðinn er þetta 2 rifflar, vappi og pistols og ekkert jútil til að tala um. Drjóli með allt jútil að því hann lifði. Vesen hjá Hyper og nú ætlaði að fara í hratt map control í tengið. Sveittur í vörninni hér. Vá. Það er að bústi við smókin. Já, það ætlaði að gera. Áhugavert. Kíkir ekki bak við sig. Það sjálfsögðu ekki. Og Sök finnur riffil. Þeir eru byrjað að safna þeim. Sankaðin saman. Ninja Dog vantar 1. Flott bústarni á Hyper. Hugo reynir í vappaninu þarna og Snói mollar hann á CT. Flassi að koma þetta fyrir Drjóla. Það missir af þeim inn á pitsuna en Snói nær killinu. Vá. Missti bombuna, nær öðru fraggi. Þetta er glæsilega gert hjá Drjóla. Hyper eru on it. Algjörlega hérna. Snói hittir hann með 2 skotum, 1 smókin og 1 entry. Vappin borgar sig algjörlega og skiptir bara einhver þó þeir hafi drefnir náðan fallegt ránd hjá Hyper. Snói og Drjóli B-spilararnir með 7 kill báðir. Já, Drjóli stinnur og stór hérna upp á platt. Já, mjög stór þarna. Missir í rauninni af þeim inn samt en er nær að lifa á eins og í Snói Bjarki gerir mjög vel að fá kill henni í mildtíðinni. 4-1 tech-round hjá Aurora. Það er A-tech-round. Það sem að þeir munu fá, þetta er sama á pistólið.
Þeir munu fá. Já, vinnur. Nær ekki fraggi. Þetta er stórt. Gætu fengið plant hérna. Já. Þurfa fleiri frögg. Hvað gerir ráðan? Plasti kemur. Þarna eru fröggin bara að falla með Aurora. Snowy reynir að maldi mótina það. Rólinn tók eins og að 2-3 risa. Bjarni! Risastór! Þetta varð hann að gera upp á sitt einstæmi. Ótrúlega sviptir í sér rándi Kýr og tekur þarna endrið með í einhvern smók með vappan og þá einhvern veginn heldur mér þetta takist. Ninja Dog viffar eins og var algjörlega sprayinu, gefur sætinn og Róli tekur 3 og er hann takkið þetta tilbaka en Bjarni með tekkuna flikkar hann á milli tveggja hausa, risa skot hjá Bjarna. 4-2 og peningurinn aftur hjá Hyper komin í bullið. Þessu sinni fá þær engan riffil upp úr þessu. Það eru diglur, litli vappin. Og Uspur 5-7 gæti tekið kontakt hérna einhvern veginn og það væri mögulega mistök en gera það, komast líklegast inn á sætið hér. Hrifin af þessu hjá Aurora, labba bara svona dræpi, láta vappan leiða inn og henda svo bara mollunum í hornin sem að þeir þurfa að klíra. Bjarni er að fíla sig á tekkunni, það er að halda áfram á henni. Ekki tekt, ég flanki hér, Ninja Dog vill ekki kíkja inn í miðjuna alveg strax, gera það núna. En hann er einn eftir, aleinn. Þessan er góð. Tökum áttur á mótið með 4 þunna, en eins og ég sagði sem að 3 round í CT er baselineið. 4 eru bara mjög fín og Hyper eru komnir með það og munu eiga 2-3 kaup í viðbót allavegna út þennan hálfleik þannig að þeir geta sett sig upp í flottan hálfleikina. Ég er meira að spá því hvort það ætti að taka Half-Buy og eiga geggjað kaup því að þeir eru að forsa þetta með MP9. Þeir eru að selja, allan seldi Róli. Sammála þessu. Sammála þess að því að þarna held ég að þeirra pásan tekin Suðurkjöfun að kaupa og þeir við erum með 4 round í City. Við þurfum ekkert að æsa okkur. Fá vappan á Snowy. Þeir eru búin að spila vel. Aurora hins vegar búin að koma sín leikinn hérna, komni með pening. Geta leyft sér samt einhverja pistols. Já, þeir geta mitt nefnilega að tekið. Það er vannmetið að taka mitt bara, þú veist, Diglu armor, 5-7 armor í þessu í staðin fyrir að taka Colt, lítinn, 1 smoke, 1 nefnitt MP9 kaup og einhvern veginn púsla. Í staðin fyrir bara hérna, sérstaklega pistolurnar, þú veist, 5-7 close range e-box getur verið ef að terrarnir eru ekki nógu, terrarnir eru sloppy, þá eru upgraded pistols stórhættulegar. Þeir fara allir B. Og þeir eiga ekkert flass, þeir eru bara B-stakka, þetta hrifin með því, tökum eftir því að Hyper stakka mig. Það að ég hafi mun eftir að ég er búin að taka þetta hérna og þeir eru að gera þetta mikið að stakka og vera 5 saman í þessu rondum og það er alls ekki hérna heimskulegt sko. Alls ekki, og þeir náttúrulega koma bara að tómu A-sæti þeir halda áfram á þessari leið og þeir eru 5 þarna saman í hnapp í tenginu, einhver sem er að fara að halda baki, er að fara að kalla 5 í bak og nei, það er Bjarni á vappa. Viffar og heldur sinni hann er fallinn. Þetta er frýr vappi. Wow, what a name. Allir í gegn. Allan að halda vappa. Ef ég væri Bjarni, ég væri ok. Já, náðu líka engum sko. Ekki, það var ekki nálagt í einu sinni. 2 skotan til að hitta, 4-4, peningurinn kominn í ofboðslega gott hjá Aurora. Bjarni hendi vappanum á Ronald. Nennir þessi ekki. Engan áhuga á þessu. Það var vappi keyptur á Snowy en hann seldi og keypti sér M4 þannig að hann vill halda sig í versatility-inu. Hvort að e-box já, 3-8B A-lobby smoke hend frá spóni. Fróðulegt. Já, smókin sem þeir eru að henda, þeir henda nú að fara í þessu sér hólkvel. Þeir eru að henda smóknum sem þeir bústu yfir á hann. Sér hvernig hann lendir í A-lobbyinu svona innarlega. Þannig að þetta er virkilega intentional smoke sem er þetta 3 inn tengið, Snowy með 2, nær á 3. Nær því reyndar ekki, hárspreitt frá því. En gerir þetta geralegt fyrir sína menn, sökka það með manni, horfir ekki svona á hann. Bjarni núna, 1 eftir, Lár. Hvað er að gerast hjá Aurora?
ótrúlegt 5v3 með e-box control og utan við B fara inn á Snowy sem einn á dildónum og hann nær 2 og særir einn niður einhver 70 HP. Þetta var ofboðslega lélegt þarna í midroundin í Aurora og já, ef kameran var að Bjarna þá væri hann líklegast að facepalma. Hann var að facepalma. Já. Það bara... Þetta ofboðslega þungt. Sjáum hérna það verið að endra tristurinn. Þeir sukkar að henda smóknum Alibi. Þeir að nota hann alltaf. Midsmók hérna. Aurora getur eins og að keypt af því að þeir eru búin að flössa peningi sinn. Þurfa bara hérna að gleyma þessu rándi. Fór sem fór. Kíró. Getur akkant og sukk. Dreftur í gegnum smókin. Þægileg byrjun á rándi. Það er CT megin sem að Hyper er að gera sér mat úr þessum leik. Geggjuður damage á Sveittan. Nei, Bjarna þá. Sveittur og Bjarni báðir low. Kíró kíkir í glugganina. Er Sveittur? Nei, Sveittur er ekki til í það og Bjarni nær ekki einu sinni að treyta á það. Hyper mjög flottir í þessu rándi. Hyper er búin að frábæri sem 2 rándur hérna. Bara pjúra byssur. Það er ekki að flókið. Bjarni núna low. Það er einhvern veginn að skauta hérna. Það er engin leið til að skauta fram með þessari vörn. Hún er komin djúpt inn á terspónið og hann er að fara að mæta Snjói hérna eftir smá stund. Og Bjarni ætti að falla 100% fyrir Snjói. Og þá var það bara Ronald í stíganum. Ætlar að leggja leið sín á miðjuna, reyna að ná í bombuna. Þarf hana til að vinna. Það eru 2 að pússa miðju. Þægilegt fragg og 6-4 þeirra sigra CT-hálfingin sinn. Algjörlega. Hyper lítur rosalega vel út í að spila bara mjög vel. Aurora er eigin þá kaup. Peningurum var það góður þannig að þeir geta ennþá tekið hérna ránd og haldið sér inn í þessu. En aftur á móti Hyper konum með 6 ránd í CT. Ég er ennþá að hugsa þegar gæinn hann er að hlaupa inn í tengi, horfir ekki eins og í faró. Nei. Það var mjög skrítið þetta þannig að mólinni mitt fyrir mikið kontról. Það er bara full control. Þeir eru bara kókrustir, þeir eru með þeir eru mjög vinna alla fæta, opna allt og eru með rétt call í midroundinu, þannig að þeir eru að fara að gera þetta aftur og aftur. Þetta er óþægilegt fyrir Terrana sem að finnst eins og þeir eiga að fá hérna miklu auðveldari fasteign en það er ekkert að falla með þeim. Flassið er gott. Ítir Ronald úr lobbyinu. Mollin hins vegar fyrir framan hann. Og Sveittur er rífrækinu hérna en Ninja Dog ennþá inn á sætinu. Gæti gert skaða. Hvað er á seiði hér? Þeir tína honum einhvern veginn. Vappin kemur. Verður að fá þetta fragg. Drjóli einn eftir í bakinu. Kemur inn í lobby með látum. Hendi Grenu, þeir vita af honum. Grena 40, nei 20, ekki meira. Nær fragginn á Sveittan. Það er arkitekt á Vappa að reyna að klötsa þetta. Smókurinn fyrir niður og reynir að skipta í einhver aðra byssu en það er bara ekkert annað í boði hér. Ætlar að reyna að ná hnífinum á Drjóli í gegnum smókinn þarna. Finnur hausinn í þokkabót, 7. rándið og þetta er þungur róður fyrir Aurora. Já, þetta er rosalega, mér finnst þetta stefni í Hyper-sigur. Það er bara hvernig einhvern veginn allt er að detta, hvernig er að spila saman. Þú veist, Drjóli þarna, þetta klöts er ógeðslega vel gert. Einangra fætin tekur hann, hendir svo sem frábæra molla sem einangra gæðin upp í headshot, getur komið smóka bombuna og þú sást að leðan smóka bombuna, arkitekt panika. Hann var að leita að AK, pikkaði upp glokku, sýnir sér strax og Drjóli er rólegur. Arkitekt panika strax og Drjóli bara algjörlega sigrar þetta ránd. Upp á eigin spýtur þarna, alveg toppfragga hérna. 0% svægi á Aurora akkurat núna. Þeir eru ekki rólegir undir pressu, þeir eru ekki að klíra angles. Það er ýmislegt búið að fara á mis í bæði afturplöntum og bara á entryinn og sætið, midround, you name it og þeir eru búin að klúra því. Aurora fá hérna mid-control, ná mollanum út og damage nær mollanum niður en
Já. Skot á sjö. Og enn og aftur, það er entry fyrir Hyper og það er næsta fragg og það er ekkert skafið af þessu. Þeir eru að leika sér með bráðina. Þetta Hyperlið lítur rosalega vel út. Þetta Hyperlið lítur bara mjög fróðilegt að sjá hvað þeir fá í bracketinu með ef þeir fara þangað að þeir spila svona. Þeir eru bara algjörlega on it og Hugo nær einu tilbaka. Aurora að taka hérna og þeir eru algjörlega, þetta er eins og verið ránd sem Aurora er algjörlega að taka, treytast niður hérna mjög einmitt, kannski einhver overextension hann í á Hyper, voru búin að særa mikið og ná í endrin en ná að smóka Snói hérna af, hann hendi flassi. Þetta er eitthvað. Þetta hefði verið eitthvað. Drjóli aftur í flankinu í reytekið, hann nær einum. Næ, fyrsta en hann á mjög lítið í HP. Sveittur á hins vegar heldur ekkert í HP. Getur Drjóli pick up eitthvað stöff? Ekki að sína sér neitt og eru bara að spila tíma nær fragginu, hann er með kit. Og nær skotinu þarna til að gera þetta 7-5, en þetta er 7-5 sem ætti að vera algjörlega flippa með hvernig mappi spilast. Hyper í þvílíkri stöðu til að krækja sér sæti í áttaljóðslitum. Hyper líta betur út finnst mér í svona stóru rándunum og rándin sem þeir vinna er svolítið svona öruglega og meðan að Aurora er ennþá svolítið svona skrapp í rándunum sem þeir eru að vinna og já. En Aurora fara eins og þeir síti hérna, þeir geta byrjað vel þar, þá geta þeir bara 7-5, þó að þetta sé búin að finnast þetta að vera svolítið svona lopsided, og er það bara 7-5, það er hraður smók í faróinn og þetta er fake, þeir droppa. Þeir vita að þeir droppa. Tveirinn í tengi og Sveittur með glæsileg skot þarna, það er 3 á Sveittan og þetta byrjunin á comebackinu. Sök núna að reyna að leita einhverju og Snói, hann er aðleitn í heiminum. Stórkast þetta ránd hjá Sveittarna en hérna er, já, ég ætla að segja, hann er stórt fyrir Aurora að passa sig að gefa honum ekki kill þarna. Free money fyrir Vappan? Nei, myndi ekki gera það. Talaði mikið um það fyrir... Þá er spurning hvernig Aurora hérna taka á þessu og hvað líka Hyper eiga bara 2K slétt. Hérna myndi ég kalla, Hyper gera líka, ég myndi kalla kaup hérna sko. Bara tekkur til að bara pirra þá sko. Eða þú veist, líkurnar á því að þú náir einhvern veginn að, þú veist, halda þeim honest og þannig. Taka bara eina deiglu á Snói þannig að þetta verður mjög mikið leyft honum líklegast að leita. Þeir eru að fara endin í það deigluna með þessa, mögulega? Já, það er mjög tímist að tekur einn deiglu og hinn flokku, þá er einn deiglan sem leitar og enginn í rífrækjun þarna til að koma til hjálpar og 2 falla. Bjarni kom með vatnið. Ættum að fara inn í 7-7 þegar gunnándin byrja. Já, hvað? Ronald fellir þarna fyrir glokkunni. Það er ekkert jafn pirrandi og að falla fyrir glokku. Bjarni. Það er enginn heima. Það er enginn heima. Hann fær plan. Hann fær plan. Nei, ok, þeir eru styrundir eftir hann. Já. Hann er að hlaða fyrir aftan á, sko. Hann er að hlaða, það heyrist animationi þegar hann er að hlaða og hljóðið og allt. Var það ekki Bjarni sem, þú heyrir nefnilega í góðtífinu heyrir öll hljóð. Það er smá glitcha stundum hver það er sem er að heyra hann hlaða, sko. En ég skríti bara, Bjarni einhvern veginn hoppar yfir hann og meðan hann snikla sér bara inn í alobið, sneikar sig í smókin. Bara joink, herri, ég fann ábati. 3 famasar á Aurora. Á móti 5 AKM hérna hjá Hyper, eins og er ekkert alltaf mikið stöff hjá Hyper. Sníki MP9 þarna Ronald líka. Spila aðeð. Snói og Drjóli eru í counter. Snói að spila counter, það er mjög til. Vá, þetta. Þeir voru slátt. Ofboðslega uppsettir í nákvæmlega þetta. Myndi þá tekur eitt, þeir vitum einn. Við tærum hinn á B. Já, hann skýtur, þannig að þeir vita nákvæmlega það báða. 4 Hypermenn eftir hérna fyrir utan B-ið og eiga mjög mikið stöff. City Smoke. Bjarni reynir bara að koma sér inn í tengi. Sjá hvort það geti finnt hjörðina sem að er að fara að leggja leið sína. Sveittur komin í rótitið, gæti lúra fyrir aftan hana Smoke. Eru báðir í raun, nei já, Snói. Stórkost þetta ránd hjá Snói og Drjóla hérna.
voru bara uppsettir í þetta flash play. Rólega fyrir ofan, fæ flash í andlitið og Snowy spilaði anti-flash, kíkir svo með því og þeir éta þá. Sveittur nær einu tilbaka, hann með töluvert af utili hérna. Það reyna að bakka á þessari stöðu. Það að hlaða akkáðun sinn. Hann með kit, hann með smoke. En þetta gríðarlega erfitt að ná að diffjúsa í gennum þennan smoke. Aurora ættu að spara hérna. Spara bara alveg og að því að það aftur, þeir eru núna bara 8-7 hérna undir og Hugo þeir eru að kaupa sig niður í þess að lúsbónusin þeir eru 1900 Hugo er samt að kaupa sig ok 4-5 skilur Hugo sig eftir með ok Semmiðin hann að droppa til að komast fram í tengið. Hugo næra búið sér til mat úr þessu. Hugo búinn að borga MP-inu þarna, það er kannski dröllaðins meiri yfir MP-inu í kaupið. Stórt entry og ekkert á eftir í. Þetta er hættulegt oft. Gefa eitt entry, ekkert með því. Sítjarnir, hann er að kíkja og sjá lítið. Hann ætlar að reyna í byssuna. Það er dýrt. Snowy. Eru samt að stakka þarna yfir á æð, konum með 3 þar. Já, og fá á sig svona X-ekkið en þeir hika. Bjarni fikk sig inn. Nintendog heldur hárréttri línu, Sveittur með 1 tilbaka. Vita ekki ennþá hvar MP9 er. Verður heita þessu samt og Hugo tekur við með MP9-na. Er í possu. Erfið plossa. Kiro Crisp, 2 headshot. Þessir vilja fara í 8-lið úrslit. Já. Algjörlega. Hrifin af þessu playi samt að ertu hrifin af þessu playi samt að taka info-play þarna inn í A-lobbyið þegar það búið að vera svo hljótt þarna í langan tíma? Það er bara misjant hvað er einmitt vita líka hvernig staðan er en þetta er bara sannir sé bara svona staðlað play til að taka tilbaka map control. Ekkert endilega verra en eitthvað annað sem er 2 móla í middinu hins vegar hitta þeim báðum þannig að þeir tekið mikið. Þeir greinasmókinu fara í gegn, sjá með 8 Sukk er komin með húskontról og er að fara í hliðin á filminni. Nær honum. Finnur Sveittur fallinn, Bjarni með línu. Hann er hægur á gikkinum en það kemur ekki að Sukk og Nintendog liggur í valnum smókaðnum. Stinn. Aftur, núna taka þær algjörlega augun af þeim á middinu þannig að þeir láta þá þurfa að hugsa það en hörfa úr því skilja Snowy eftir í lörkinu. Snowy er mjög líklegur hérna til þess að labba í gegn. Nei, hann bakkar. 2 komnir aftur á B-sætið. Flassi kemur út. Wow. Nær þetta fyrsta, spottar annan, hendir inn smóknum og nær að bakka á súluna. Mjög vel gert hjá Aurora að taka þetta kill tilbaka, lifa. Smókin kemur út frá terrónum eftir að þeir eru smókar af í lofmyndir. Ég er ekki hrifinn af þessu smók sem var hentað því þetta er líka seinasti smókin þeirra. Nú fyrir það bara að mæta og fæta. Algjörlega og spurning, hvað er alltaf að taka? Þeir er alltaf að fara í gennum miðu. Þeir er alltaf að labba miðu. Þeir ætla að gera það og sjáum að Aurora er að gefa æð eða þeir fara æð. Hann er bara upp í Þeir eru hrættir að einhver sé búinn að lúra þarna yfir á CT-spónið. Ronald heldur völlunni. 2 inn á side, 1 í þristinum. Hérna Nær ekki frækinu, Sukk hérna gerir þetta má jafn í liðum. nákvæmlega þetta ekki gerast þarna. Ronald, af hverju fer hann út langt á undan og gefur þeim möguleikann á þessu 3v3 og Kiro tekur kill. Hugo, Bjarni er komið í heaven. Þeir myndi finna frækinu. Kiro fær killið og hann leifur hann að fara. Þetta er bara Mjög hyper, Aurora má, Ronald má ekki fara út. Hann þarf ekki killið, þetta er svo, þetta er svo þungt. Þetta gerir svo mikið erfitt fyrir allt saman. Þeir eru í 4-on-3 retake, samátti gefið bombunum, þeir eiga A-lobby, þeir eru með á
gjörsamlega isolate á sætnum ef hann heldur bara drullinu og þú veist, það því þá veit hann að þeir eru með hann í heaven. Mjög mikið misplay og Hyper hins vegar gera sér algjörlega matur og Hyper halda áfram hérna. Grensundar góðar, Bjarni Bjarna. fellur og þetta bætir ekki og kætir alls ekki. Það Molli hérna á. Veittur uspar ninja og svo feilar Gren og þetta killi en þeir treytir þetta, það lítur okkur út ennþá. Hyper Konum með tengi. koma sér inn í 11 og virðast vera að sigla þessu og Þægilegt. bara nú við að þeir eru ekki búin að klíra bakvið. Engin sénstekinn. Mollin hins vegar spreddar ekki í hótnaðana sko. Hann kemst út. Það sem hann finnur ekki fraggið, sveittur, staurblindur og CT leitar að fraggi. Heitast spilar Aurora svo sem 106 ATR 20 kill 1v2 smókin sem lendir hins vegar hjá honum þungur. Kiro viðst alls ekki vita hvað hann Snói bara eins og skýtur líkið. Hyper 11-7 þá kaup hjá Aurora. Hyper 2 rándum frá því að tryggja sér sæti í 8. úrslundum stórmeistaramótsins. Og já, þetta í fyrsta skipti sem að nokkur af þessu leikmannum fara í 8. úrslitin? Í stórmeistara. Já. Snói búinn að fara, Dróli búinn að fara. Ég er ekki viss hvort að þeir hafa samt stórmeistaramóti náttúrulega svolítið annað en deildin oft sko. Já. Ég man ekki til þess að þeir hafa farin að bli stórmeistaramóti í fyrra. Það er oft nefnilega einmitt Aurora stórmeistaramóti í fyrra úr opnamótum sko. Sveittur næri entry en hins vegar eru þeir mjög tilbúinir að pánsa strax. Bomban alein í e-box. Já. Og þeir voru að smóka lobby og smóka hins vegar e-box en drepa hins vegar bombuna. Staurblindur, nei, sveittur. Geigar. Hvað þetta? Sukk með alvöru entry á Akon og tekur 2 og Snói. Þetta Já, Aurora hausinn einhvern veginn farinn. Já. Það sést. Það bara sést. Klár veit af seinasta, hann með smók. Smókur þetta fyrir lobbyið, vel þessu tímasetningu, reynir að finna á hana. Vel gert. Hann gerir þetta svo vel. Hann átti að vera harðari held ég eftir að hann skýtur skótunum og treysta að þau sé að gera það sem hann er að reyna að gera. Finnst mér, ég veit að það er auðvitað að vera vitur hérna að horfa á þetta en bara því hann, já. Þeir að finna meira, Hyper að finna meira hversu mikið þeir eru einhvern veginn með þá. Já. Þeir hljótilega að finna það, hvernig leikundir múlum spilast finnst mér, þá finnst mér að þeir bara miklu þéttari og allt sem Aurora virðist vera, það er einstaka rándin á milli sem er fínir, en þetta er ofta einhvern veginn svona slitið, sloppy, siglaðum rétt svo eins og þarna, þú veist, hann lifir 1, peningurinn er engin, 2 MP9, þannig að en Hyper með full kaup hérna og fá að reyna aftur og bara Sveittur þar einhvern veginn að finna aftur opnun á vappanum. Samin að Hyper eru búin að henda 3 mollum í byrjun roundsins í opnunina algjörlega. Sukk kemst ann og aftur. Hann er búin að vera og þetta er það sem hann gerir. Tekur þetta mid-control og er að sko, hann er kannski bara ekkert endilega með kill í hvert enn skipti en hann heldur, sérðu CT hann. 3 þeirra eru gjörsamlega fókusaðir og það kemur smók fyrir hann fyrir þristin. Hann á býð til smóknum af því að það Og Kiro fellur líka, þetta opnar fyrir 9. rándið þeirra. algjörlega Aurora, algjörlega hérna setja líka þá, sér að fara að setja Hyper í spar ef þeir klára þetta ránd en sjá hvernig fer Architect sleppur 5-3, hérna er super crucial að gefa ekki næsta kill og Bjarni þarf ekki að vera að gera Einhvern veginn bara beita fyrir Architect en þeim er leitt til slátrunar þarna. Já, þessi maður, með það er með, þú vilt ekkert vera með, hann er ofboðslega hæfur að spila svona einhvern veginn upp á sitt einstæmi, taka fætan á réttum tíma og gera þetta. Það er ótrúlegt að Snói drepi 2 það sem hann er staðsettur eins og þeir píkan.
en hins vegar algjört overextension á Aurora af því að þeir hafa ekki efni á þessu að gera rándi svona. Þurfa er þetta? Ekki neitt, þessi 5 og 3, treyta rándi niður, lifa 4 eða 3, þá geta þær verið öruggara kaup. Hins vegar hausir hérna fá, og þeir fá planti með þess að. Jú, það er flank í gangi, allt það, en úr 5 on 3 yfir í afturplanta sem að þeir Er á móti vappa. og þeir koma sér á Apex og Súluna. Þetta er hættulegt. Þetta er mjög hættulegt. Hann sér Einn á Súlu, nær ekki að klíra hann alveg! Það er sveittur! Skiptir í M4-in, veit af honum á Súlunni, það er Snowy. Hann er erfiður og hann heldur áfram hjá honum. risa ránd hjá Snowy og það byrjar alltaf þetta er 5 on 3 og þeir kíkja 2. Þetta er svo ofboðslega mikið raskat ef við bara tölum íslensku. Og þetta er held ég bara þeir eru einhvern veginn, hausinn er farinn, klefinn er farinn, þeir virðast bara engan veginn hafa trúna. Já, og það er alveg að smitast. Og það sem Bjarni er að gera þarna er í rauninni bara hann vill klára rándi, hann er að reyna of mikið að klára. Já. Og það Stæðan fyrir að leyfa því bara að spilast út. Já, bara, höngra niður og sætana, spila, einn aftalega mid, 2A, 2B, færa þá í því og treytar það niður, í staðinn þá einhvern veginn henda þessu frá sér og Snowy stórkostlegt ránd og þetta er algjört, maður sá þetta mjög mikið þegar maður spilaði með honum. Já. Ofboðslega góður í klötsinu og eins og þú sagðir áðan, Beitir, það er allt í lagi að menn séu Beitir að þeir eru svona góðir í klötsinu, þá er þetta bara hluti af því sem þú lifir með þér sem maður segir. Bara beita allan daginn og ætla að gera þetta sko. Bara ekki vandamálið og ef þeir eru að fara að sigla sér yfir í 8 liða með að gera það allavega Bjarni það er opnun hérna smá í land, Ninja Dog og Snowy farnir, Sukk líka en ég hef bara ótrúlega trú á þessu liði samt sem áður að ná að klóra einhver ránd tilbaka. Já, líka þeir eru alltaf að gera þetta líka, þá þess vegna er peningurinn hjá Aurora búin að vera svona mikið algjört bull. Villi, er Kíró fær fritt plant hérna? Nei, Kíró klíra það. Þetta kill, eða þegar hann tekur þetta kill, hann átti þarna smá belti til að stöffa sig út í rauninu og ná mögulega plantinu. Jæja. Já, smá takkvesen gæti ekki gest á verri tíma því að 12-9. Já, Hyper er að bara langleiðina komnir yfir í 8. úrslitin eða hvað? Eru þeir að fara að koma tilbaka og knýja fram óvita með það? Málið MR12 blekkir hérna er náttúrulega bara 3, það er 1 hérna á móti Spari og svo eru bara 2 ránd eftir, þannig að þetta er styttra eins og við erum búin að reyfa þannig séð Hyper og tala illa Aurora og þá er þetta ennþá jafn close þetta og þeir geta tekið mappið hérna. Þetta er hættulegt samt, tekkur. Já, og þetta er pop. Snowy hendir hérna far og smók og svo koma mikið af flössum eins og í gær. Grípa þeir flössin? Já, þeir grípa flössin, en ofboðslega góður molli. Já, þessi molli er svo erfitt að díla við einangrar á, mjög vel gert hjá Aurora. Og 12-10. Og Hyper ekki pening. Hyper keftu, já Hyper Force, já akkurat. Hyper Force, þannig að þetta er líklegast 12-11. 12-11 og þá eru við farnir í úrslitarándi. Þannig viljum við hafa þetta. Já, og þá, ef við förum í overtime, þá skiptir engum máli sem er búið í raun að vera að gerast. Nei. Þannig séð, þá bara hérna, þá eru Aurora allt í einu úgeðslega peppar af að náðu sýtt í overtime. Hyper líklegast klóra sér í hausnum að hérna klára þetta ekki bara alveg. Greinlunda mitt. Með 2 með reynslu molla í senasta rándi og 2 hérna til að opna ránd númer 23. Geta þeir gert eitthvað meira. Gætu farið og náði innan M4 sem Bjarni var með. Ronald með Snowy og þá er þetta svona nokkurn veginn að fallum sjálft sig eða hvað. Hugo sækir Ninja Dog hérna og Drjóli 1 eftir. Lítið HP. Það er 1 ránd eftir, loka rándið, förum við í overtime eða sigla Hyper þessu heim. Það er góð spurning. Það er allan að AK á línuna hér og það er eitthvað af Util, fullt belti á engum.
En það nóg til alls. Og það til ég að sjá hvað skemmtilegt play hérna. Hafa náttúrulega bara verið að runna rosa mikið að einhverju defaulti, einhverju midrand kolum. Já, Hyper spila Anubis mjög mikið bara svona default late, þessu Baddi mjög mikið í middina og taka pressu, en þeir leita mjög mikið bara svona staðið skrítið. Svo Kiro fara mjög lítið í e-box, alltaf hérna mjög hrifinn af því að fara í e-boxin og reyna svona að skrimma sig inn. En þetta opnun og Drjóli með annan, þetta að falla! 5 á 3 og reynir að leita og Bjarni finnur. Þetta hefði verið rándið. Hefði verið rándið en sjáðu hvað elsku Ronald einangraður. Hann aleinn á móti 4 og þetta byrjar ekki vel. Sök býður allan tíman og ætlar að sækja Ronald og ætlar Ronald að læra leksíuna sem að honum var kennd áðan. Já, heldur betur, heldur línunni og gerir þetta 3-3. Það enginn að koma í flankið. Þannig að þeir að fara 3-3 í retake í gegnum þrist. Mjög mikið stöf á sítjónum til. 1 plass frá Snowy, hendir því, það gerir ekkert. Finnur frakkið eins og þar, Arkitekt Lár þarf að grípa í 5-7 á versta tíma. Bomban að gefa og Bjarni fellur. Það 13-11 og Hyper eru komnir í 8-liða úrslit í stórmeistaramótinu. Algjörlega. Mjög góður í þessum leik. Það verður bara að segjast eins og bara spiluðu ofboðslega vel í báðum uppunum. Þeir að teka þetta segjast mjög tæft eins og við segjum á stöðunni, en mér fannst einhvern veginn allan tíman þeir bara spila betur og mjög verðskuldaður sigur. Það alveg hægt að segja það. Mér fannst eins og Hyper hafi komið inn í hana leik með þeir ákveðu bara að spila bara sinn leik. 100%. Þeir gerðu það. Ég kannast alveg við hann aðeins, þannig að þetta var þeirra leikur algjörlega og hann spilaðist bara nákvæmlega eins og þeir vilja leikinni spilast og bara props á þeir, komast hérna í gegnum þetta, komast í topp 8 sem 100% þeirra vildu, þannig að mission accomplished núna og fara inn í bracketin og þetta Hyperlið hérna bara svo lengi sem það fór ekki Þór. Já. Þá þeir í áttalústum alveg bara svona smá dark horse til að líta til að hérna kannski með eitthvað svona á upset. Já, og það væri virkilega áhugavert því að já, eins og við horfum á Rora spila leiki núna, þú veist, þeir voru með eitthvað plan í höndunum, þú veist, þeir ætluðu að fara inn í einsett leik og gera sitt, bara einhvern veginn púslaðist aldrei saman fyrir þá, sama með tísætið þeirra hjá í Anubis, einhvern veginn varð ekkert úr þessu, þeir voru yfirspilaðir, það voru einhverju hluti sem þeir bjuggust ekki við og þú veist, Snowy náttúrulega bara frábær. Algjörlega, þú veist, rándin sem Hyper vann fannst manni vera bara svona vel spiluð eða nokkuð auðvelt fyrir það. Þeir svona, bara, þú veist, tóku killinn, treytuðu rétt, náðu svo þetta spilaðist nokkuð neginn standard, áttu einstaka klötsin á milli stór, reysaránd frá Drjóla og bara eiginlega öllum í rauninni þannig sé liðinu á milli. Á meðan Aurora var allan tíman einhvern veginn svona, og þú sást eiginlega bara á, þú veist, á þess að kalla Bjarna, þú veist, body language á Bjarna var eiginlega hvernig Aurora var að spila. Líklegast mikið tensaðir þarna skilur, finnast þeir líklegast að vinna leik allan koma inn í þannig, kokki vil allan alls ekki tapa honum að þessu jafn leikur, þannig að bara spennustíð einhvern veginn rugglað og Hyper virtust vera bara í mjög góðu spennustíð eins og verð og bara, já, frábærir og unninleik mjög verðskulda. Já, Kiro meitt gildan og eitthvað, það var fínt. En sko, annað sem ég varst áhugavert þegar við erum að ræða þetta eftir leikinn að fyrir leikinn þá vorum við að ræða, já, Aurora Þetta eru reynsluboltar, þeir eru búin að vera á efsta stigi, þeir eru búin að fara í gegnum svona leiki, þeir eru búin að vera í, þú veist, stórmeistaramótinu áður og komist ákveðið langt. Bjarni búin að sigra það, já, ég hef ekki tölað 4 sinnum held ég eitthvað svoleiðis. Og þú veist, samt sem áður þá labbar inn í leik og það fer allt til fjandans. Já. Það veit enginn hvert hann á að horfa, endríin eru slæm, þeir eru að missa frá sér í retake-um, frögg frá sér snemma. Þetta svona, Þið viti betur. Algjörlega, alveg sammála því. Þetta var bara hérna, spennustíð verið eitthvað skrítið og þeir voru bara einhvern veginn aldrei inn í leiknum þannig séð og þá bara gefum við props að Hyper fyrir að spila sín leik og bara einmitt heldu þeim. Þeir voru mjög, Hyper virtust aldrei out of place eða gerðu svona stórkostlega blöndera eða eitthvað svoleiðis. Og það náttúrulega bara sem það snýst fæst mistök, gera þau ekki og það var algjörlega þannig í dag. Hyper gerði færri mistök og spilaði bara mjög góðan leik. MVP? Já, ég myndi bara að setja á Snowy, toppfrakar eins og ég held í gegnum seríuna sýnst mér. Tilþrif? Já, tilþrifin á milli clutch, þú veist bara. Hérna erum við með
results úr hinum leikjunum. Fylkir sigraði Dusty Academy og Dusty eru 1-0 yfir og leikur 2 í gangi akkurat núna á móti Hjólið og Enska. Algjörlega. Þannig að Fylkir eru konur í 8. úrslitin og lítur út fyrir að Dusty sé að fara að joina Hyper og Fylki. Jep, lítur þannig út, tók fyrst að bjóða með Hjólið og Enska og fyrirfram mjög favorite leikum myndi ég segja fyrir Dusty þarna. Þannig að þá fáum við í bracketinn að þá eru það Þór og Veka sem voru 3-0. Já. Þau fá 2 af þessum 3 liðum. Já. Spurning hvaða 2 þeirra eru eftir hvernig spilast með búkólsið, en þannig að það er líklegt að eins og segir Fylkir og Hyper getur fengið þessi 2 lið og það er svo þungt fyrir það. Það væri gaman að sjá að það myndi spilast einhvern veginn öðru svo til dæmis að Dusty þyrfti að fara beint í 8. úrslitin á móti öðru hvort liðinu og spilast þannig, en það verður fróðilegt að sjá hvernig bracketinn verður þegar hann kemur. Ég held að hann getur aldrei komið fyrir að náttúrulega Dusty-leikurinn er búinn. Akkurat. Svo þarf örugglega aðeins sem þetta að sýta að þetta er smá spurninga því að það eru, þú getur ekki gert þetta hárrétta þegar það er einhver staðar sem að 3-2 lið mæti 3-1 lið. Það er ekki bara, það skorðast einhvern veginn þarna á milli. Þannig að En áhugavert svona hinga til og náttúrulega 8. úrslitin eru bara strax í næstu viku. Við verðum þar hressir og kátir. Við minnum 31. maí þá verður heljarinnar partí hér niðri í Arena bara til heiðurs Counter-Strike á Íslandi, ekki láta þið vanta. En við þökkum kærlega fyrir okkur í kvöld og við sjáumst aftur á þriðjudaginn í næstu viku. Takk fyrir okkur.